Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 3. nóvember 2015 og við göngum til útsendra dagskrá og tökum fyrsta og annan lið fyrir í einni umræðu sem fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2016 til 2020. Þetta fyrri umræða sem fyrir segir og ræðutími ótakmarkaður. Fyrstu tekur til máls háttvirtur borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 hallasnúið í afgang bæði í A-hluta og A- og B-hluta borgarsjóðs. Sama gildir 5 ára áætlun fjárfesting og rekstur. Reksturinn og helstu lykiltölur styrkjast og batna næstu árum samkvæmt áætluninni. Þetta mun ekki gerast að sjálfu sér, heldur vegna aðgerða sem gripið verður til og ég vonast til að breið samstaða náist í borgarstjórn. Helstu niðurstöður eru þessar fyrir árið 2016. Afgangur A-hluta verður 567 milljónir króna, afgangur A- og B-hluta verður 8 milljarðar og 93 milljónir króna, veltufé frá rekstri A-hluta verður 7 milljarðar 439 milljónir króna. Veltufé frá rekstri A- og B-hluta verður 31 milljarður 230 milljónir króna og 41 milljarður og 800 milljónir króna þegar líður á tímabilið. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðunnar lækka á næstu 5 árum. Skatthlutfall helst óbreytt, áfram verður hagstæðast fyrir fjölskyldur að búa og nýta þjónustu í Reykjavík þegar allt talið. Skuldaviðmið Reykjavíkurborgar samkvæmt sveitarstjórnarlögum vel undir viðmiðunum laganna. Niðurstaða reksturs A-hluta á samstæðunnar jafnframt innan markmiða laganna á hverjum 3 árum. Áður en ég byrja umræðu frumvarpið sjálft langar mig þó til að líta aðeins öxl og horfa nokkur ár aftur á bak og spegla það við tímann sem framundan Hrunið var Reykjavík og Reykvíkingum erfitt, það þarf ekki að minna á það. Hér mistu margir vinnuna og samanlagt tekjutap í Reykjavík ef við byrjum saman við sveitarfélög var langmest. Ég held að það hafi verið áætlað 9 milljarðar króna á ársgrundvelli. En rekstratap ársins 2008, svo dæmi sem tekið var 8–10 milljarðar. Tekjurnar hafa smá saman verið að hækka aftur, en þó það þannig að árið 2014 voru tekjur borgarinnar raunar enn undir tekjum ársins 2008 á föstu verðlagi ef ekki eru meðtaldar tekjur vegna yfirfærslu málaflokks fatlaðs fólks sem kom yfir til sveitarfélaganna 2011. Það vegur þungt í þessu öllu, sérstaklega þegar horft á útgjöld borgarinnar að atvinnuleysi fór yfir 10% og það hafði sín áhrif, ekki bara á þá sem urðu atvinnulausir og lækkuðu heimilistekjur vegna þess, heldur vegna hækkunar á fjölda þeirra sem þurftu að treysta á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Það kunnara en frá þurfi að segja að með markvissum samstilltum aðgerðum í atvinnumálum lækkaði atvinnuleysi úr 2 stafatölum hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu og hagur borgarinnar batnaði. Við settum fram atvinnustefnu sem við innleiddum og fylgdum eftir af krafti. Það var hluti af þessu, þó atvinnulífið sjálft hafi auðvitað átt stærstan hlut. Við settum fjármagn í markaðssetningu á borginni til ferðamanna, fórum í stórt atvinnuátaksverkefni og virkniúrræði sem skiluðu sér með mikilli fækkun á atvinnuleysuskrá og raunar fækkun á fjárhagsaðstoð einnig. Atvinnuleysi nú í lágmarki í borginni og því eiga atvinnuátaksliðirnir sem eitt sinn voru stórir, væntanlega nýtast til annarra hluta. En við höfum ekki að draga fjöður yfir það að sparnaðurinn sem Reykjavíkurborg þurfti að fara í eftir hrun bitnaði bæði á starfseminni, mörgum þáttum í rekstrinni og starfsfólkinu okkar. Borgin lækkaði yfirvinnu og lækkaði laun. Prinsippið var að standa eins og kostur væri vörð störfin og það var sannarlega eðlilegt og gæfuríkt skref eins og ástandið var þá. Nú þarf að spara, ekki síst vegna þess að laun hafa hækkað og við sjáum einnig að stöðugildum hefur aftur tekið að fjölga. Þegar við drögum saman seglin á næsta ári finnst mér því eðlilegt að gera það síður á kostnað kjara einstakra starfsmanna
en reyna heldur að draga úr launakostnaði með því að draga úr í fjölda stöðugilda. Allstaðar þar sem það er hægt, fækka fermetrum sem starfsemi okkar fer fram á, allstaðar þar sem það er hægt og reyna að ná betri árangri í útboðum og innkaupum, allstaðar þar sem það er hægt. Þegar við horfum á útkomu þessa árs þá er laun ekki eini skýringaþátturinn í krappri stöðu, heldur hefur undanfarin ár hallað verulega á sveitarfélögin í fjárhagslegum samskiptum við ríkið. Eftir yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks hefur vantað verulega upp á fjárhæðir sem þarf til að tryggja þá þjónustu sem þessi mikilvægi málaflokkur krefst. Fjármagn til reksturs hjúkrunarheimila hefur einnig hrokkið skammt og loks rukkar ríkið sveitarfélögum tryggingagjald sem er langt umfram það sem atvinnustig og staða atvinnuleysistryggingasjóðs kallar á. Hallinn á málaflokki fatlaðs fólks nemur 1100 milljónum samkvæmt útkomuspá þessa árs. Hallinn á hjúkrunarheimilunum nemur 288 milljónum og tryggingagjaldið umfram þar sem eðlilegt getur talist tæpum 800 milljónum eða alls 2,1 milljarður. Við þurfum að leiðrétta þetta og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru raunar einhuga að leiðrétta þetta. Hér er þetta samantekið fyrir Reykjavík, en ef við tökum þetta saman fyrir höfuðborgarsvæði í heild eins og fjármálastjórar sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að gera, þá vantar frá árinu 2011 7,7 milljarða upp á í samskiptum þeirra við ríkið. En í okkar samhengi þá er rétt að staldra aðeins við útkomuspána 2015 því það lítur allt út fyrir að það verði mjög vont ár í rekstri sveitarfélaga og Reykjavík er sannarlega þar á meðal. Ég hef nefnt kjarasamningana og hækkandi launakostnað, í öðru lagi fjárhagsleg samskipti við ríkið, en þriðji og langstærsti þátturinn, minnst í krónum talið, er þó óreglulegar gjaldfærslur lífeyrisskuldbindinga. Útkomuspá fyrir rekstur A-hluta árið 2015 gerir ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu sem nemur 13 milljörðum en þar vegur langþyngst áætluð gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindinga sem nemur alls 14 milljörðum króna og er eins og þarna sést reyndar skýrlega langt umfram gjaldfærslu undanfarinna ára og áætlaða gjaldfærslu næstu 5 ár. Hvers vegna er þetta? Jú, há gjaldfærsla skýrist einkum af miklum launahækkunum á árinu, áhrifum lágra verðbólgu og ávöxtun eigna lífeyrissjóðsins, svokallað landsvirkjunarbréf, óhagstæð vaxtaþróun og síðast en ekki síst einskiptis áhrifum af breyttum tryggingafræðilegum forsendum lífslíkur. Þannig að má segja að þarna fari 3 mikilvægar stærðir saman. Fyrsta lagi lág verðbólga sem tryggir lélega ávöxtun af greiðslunum sem við fengum fyrir bréfið í Landsvirkjun. Í öðru lagi stóri kjarasamningar sem leiðir til einskiptis gjaldfærslu í lífeyrissjóðnum og í þriðja lagi það að við reiknum á 5 ára fresti út breyttar lífslíkur. Og það er ekki síst kallarnir sem er eldast, það er út af fyrir sig jákvætt, sérstaklega fyrir þá sem hafa gaman að gömlum köllum. Það höfum við þetta öll og Elsa alveg sérstaklega. En það þýðir að það þarf að gjaldfæra vegna þeirra verulega í lífeyrissjóðinn og það skýrir 6 milljarða ef man rétt, ekki þarf að segja kallarnir, þetta er aukna lífslíkur á þessu ári 2015. Ef frávik vegna lífeyrisskuldbindingar eru talin frá nemur halli af rekstri A-hluta þó engu að síður 1,7 milljörðum samkvæmt útkomuspá. Veltufé frá rekstri er alls ekki nógu sterkt, aðeins 5% sem hlutfall af tekjum árið 2015. Við viljum ná því í allavega 7 og helst 9% af tekjum til að stuðla sjálfbærni í grunnrekstri og fjármögnun fjárfestinga. Þessi þróun er það sem kallar á aðgerðir í rekstri A-hluta sem ég kem til að fjalla hér á eftir. En vil þó minna á aðgerðaráætlun borgarráðs til þess að vinna gegn hallarekstri á þessu ári sem
fólst í fyrsta lagi í sérstakri eftirfylgni með 6 mánaða uppgjörinu. Í öðru lagi rýning á svartri atvinnustarfsemi og fasteignagjaldaskilum. Þriðja lagi rýning á útsvari. Fjórða lagi ferðamannagjöldum og hvernig var hægt að skapa auknar tekjur af ferðamönnum. Í fimmta lagi leiðréttinga sem sótt að vera í ríkissjóð vegna fjárhagslegra samskipta við ríkið. Í sjötta lagi rýning á lífeyrisskuldbindingum og hvað er framundan í því. Í sjöunda lagi flutning halla á afgangs milli ára sem að samþykkt hefur verið í borgarráði og í áttunda lagi miðlæga ráðningarrýni sem að líka hefur verið sett í gang. Þetta er grunnurinn sem við stöndum á akkurat núna og ég vil sérstaklega þakka fyrir það að sátt var þessa aðgerðaáætlun og allir flokkar stóðu að henni og ég vonast til þess að ná viðlíka sátt þær aðgerðir sem nauðsynlegt er að fara í fjármálum borgarinnar fyrir næsta ár. En forseti ágætu borgarfulltrúar, ég mun mæla fyrir frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2016 og frumvarp að 5 ára áætlun til ársins 2020. Ef við horfum fyrst aðeins á forsendur frumvarpsins, þá má í stuttu máli segja að skatthlutfall hjá Reykjavíkurborg er óbreytt frá yfirstandandi ári. Skatttekjur aukast með hækkandi launum og fasteignamati og við leggjum forsendur efnahagsþróun í fjárhagsáætlun 2016 og 5 ára áætlun niður með hliðsjón af þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 29. apríl síðastliðnum. Þegar forsendur voru unnar höfðu horfur þróun verðbólgu og launa breyst töluvert frá aprílspá og því var stuðst við nýtt mat á launagengis- og verðlagsforsendum. Það er rétt að geta þess að ný þjóðhagsspá Hagstofunnar verður birt 13. nóvember næstkomandi og þá er gert ráð fyrir því að forsendur verði teknar til endurskoðunar ef og eftir því sem tilefni er til. Þetta hefur gjarnan verið gert hér á hverju hausti. Í fyrra breyttum við forsendum ekki neitt vegna nýrra þjóðhagsspár en við útilokum ekki að það þurfi að gera það núna. En þessa meginstærðir ásamt gjaldskrám sem við þó áskildum okkur rétt til að fara yfir milli umræðna og afgreiða með síðar umræðu þýða það að það verður áfram ódýrast fyrir fjölskyldur að búa í Reykjavík þegar allt er tekið saman. Ég minna á að við höfum reglulega reiknað út fjölskyldudæmi þar sem borin eru saman lykil sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og landinu. Þar sem við tökum saman samanlagða skatt á gjöld, útsvar, fasteignagjöld, sorphirðu, fráveitu, leikskólagjöld, skólamat og frístund, einhvers konar útgjöld meðal heimilis til mismunandi stofnana sveitarfélagsins og í öllum tilvikum var Reykjavík lægst og sérstaklega þegar börnum fjölgar innan fjölskyldna. Þá tekur ríflegur systkinaafsláttur við sem segir okkur að í Reykjavík er forgangsraðað í þágu fjölskyldna. En yfir til samstæðunar. Samstæðuáætlun samanstendur af samantekinni áætlun A-hluta og fyrirtækja sem Reykjavíkurborg á að minnsta kosti helming í. Gráu súlurnar sem þið sjáið á myndinni sýna rekstrarniðurstöðu samstæðu fyrir fjármagnsliði fyrir tímabilið 2011 til 2020 þannig að við fáum nokkuð góða heildarmynd og bláu súlurnar sýna heildarrekstrarniðurstöðu. Þarna sjáum við til dæmis að árin 2011 og 2015 virðast alltaf skera sig nokkuð úr varðandi afkomu hjá samstæðunni. En þarna ræður eins og fyrr segir lífeyrisskuldbindingin mestu. Á þessari mynd sést sem sagt skýrt að hallarekstur í samstæðu á árinu 2015, því árið sem við erum stödd á, nemur 3,5 milljörðum miðað við útkomuspá. En snýst í 8 milljarða afgang á næsta ári. Munar það mest að lífeyrisskuldbindingi sem fellur á þetta ár er mun lægri á næsta ári. En líka hitt að þvert á það sem er í ár, þar sem að laun hækka umfram skatttekjur er reiknað með því að við spörum í launakostnaði en skattar haldi áfram að aukast, ekki vegna breyttra hlutfalla heldur vegna hækkandi launa í samfélaginu.
Þannig að rekstrartekjur aukast umfram útgjöld 6,2 milljarða ef frá talin áhrif af lífeyrisskuldbindingu. Á móti gert ráð fyrir að fjármagnsliðir séu neikvæðir sem nemur 5,6 milljörðum, aðalega vegna forsendum aukna verðbólgu og veikara gengi. Ef við skoðum fjárfestingar samstæðunnar, þá gert ráð fyrir því að þær aukist umtalsvert umfram það sem verið hefur á síðustu árum, ekki svo mjög vegna A-hlutans heldur vegna þess að Orkuveitan gerir ráð fyrir að fjárfestingar í veitukerfum og nýjum fráveitum á Vesturlandi verði samtals 37,7 milljarðar næstu 5 árum, en fjárfestingar í virkjunum 16,3 milljarðar á sama tímabili. Faxaflóahafnir áætla að framkvæmdakostnaður vegna hafna verði 7,6 milljarðar. Sorpa ætlar í byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar, en sú fjárfesting tæpir 3 milljarðar. Áætlun Strætó gerir ráð fyrir að haldið verði áfram að endurnýja vagnaflota með fjárfestingum í nýjum vögnum fyrir 320 milljónir á næsta ári og eftir það muni komist endurnýjun í betra jafnvægi. Slökkviliðið ráðgerir að kaupa nýja slökkvibíla fyrir 0,5 milljarð, en félagsbústaðir áforma að fjölga félagslegum íbúðum í eigu eða forsjá félagsins á næstu 5 árum, alls sem nemur 15,3 milljörðum. Í þessari töflu eru þessar fjárfestingar sýndar á föstu verðlagi til þess að sýna magnbreytingarnar fyrst og fremst. En ef við skoðum áhrif þessara fjárfestinga á handbært fé og veltufjárhlutfall, við skoðum það reyndar á myndinni þar á eftir, en hérna sjáum við sem sagt grálituðu línuna sem þróun handbærs fjár frá rekstri samstæðunnar sem að styrkjast yfir tímabilið og öll ár vel umfram afborganir langtímaskulda sem sýndar með bláum súlum á myndinni. Þannig gert ráð fyrir ákveðinni sjóðsöfnun sem auðvitað mætti ráðstafa til lækkunar skulda þegar við komum að þessum árum eða á annan hátt. Ef við skoðum þróun bæði rekstrarniðurstöðunnar þá sjáum við að hún verður betri og betri. Skuldir samstæðunnar að þær lækka, en hreinar skuldir lækka meira vegna þess að í 5 ára áætlunni þá í raun safnast upp handbært fé. Og það sést ágætlega á mynd yfir þróun eiginfjárstöðu sem fer batnandi allan tíman. Ég vil þá næst snúa mér að A-hlutanum sem hefur verið mest í umræðan undanförnu eins og kannski eðlilegt er. Það er rekstur hins eiginlega borgarsjóðs, myndi sumir segja. En þarna sjáum við nokkuð svipaða mynd og á samstæðunni, þar að segja að árið 2015 sker sig verulega úr vegna ástæðna sem ég rakti áðan. En eins og vikið hefur verið að gert ráð fyrir að gripið verið til aðgerða í rekstri A-hluta til að snúa þessari stöðu og þróun við. Í þeirri aðgerðaáætlun er gert ráð fyrir að 1780 milljónir króna verði hagræðing í rekstrarútgjöldum árið 2016 og heildarhagræðing verði 3.380 milljónir króna til ársins 2018. Jafnframt er gert ráð fyrir auknum tekjum sem nemur 500 milljónum króna árin 2016 og 2017 og 1.000 milljónir króna 2018. Eða 1 milljarði. Með þessum aðgerðum er gert ráð fyrir að jafnvægi verði í rekstri A-hluta allt tímabilið. Ef við skoðum hér aðra mynd þá er sýnt hvernig hallarekstur í A-hluta frá árinu 2015 sem nemur 13,4 milljörðum snýst í 567 milljónir króna afgang árið 2016 og þetta sést auðvitað hversu gríðarlega munar þessa neikvæðu lífeyrisskuldbindingu. Útsvarstekjur, viðsnúningur í henni er 10 milljarðar
Útsvarstekjur aukast 4,3 milljarða, tekjur frá jöfnunarsjóði og aðrar tekjur 1,5 milljarð, fasteignagjöld 1,6 milljarð og tekjur af söluhagnaði og sölueigna 1,6 milljarð. Launakostnaður eykst 3,2 milljarða, rekstrarkostnaður 653 milljónir og afskriftir 130 milljónir. Þannig eru tekjur að aukast umfram gjöld 4,9 milljarða ef frá er talin lífeyrisskuldbindingin og nettó fjármagnsgjöld aukast tæpa milljarð, aðalega vegna forsendna meiri verðbólgu. Fjárfestingar í A-hluta. Það er gert ráð fyrir að þær verði brúttó 9,9 milljarðar króna 2016 og samtals 40 milljarðar króna á næsta 5 ára tímabili. Helstu áherslur í fjárfestingum varða uppbyggingu Úlfarsárdal, byggingu leik-, grunnskóla ásamt menningar, miðstöð og íþróttar, aðstöðu þar, byggingu útisundlauga við Sundhöllina og stækkun Klettaskóla. Í gatna- og umhverfisframkvæmdum er lögð áhersla á gatnagerð í nýbyggingahverfum eins og Hlíðarenda og Vogabyggð, en áætlað er að endurnýja líka götulýsingar á næstu árum og viðvarandi verkefni eru í malbikun. Ef við horfum á veltufé frá rekstri og fjármögnun fjárfestinga þá er gert ráð fyrir að aðgerðir í rekstri A-hluta leiði til verulegra styrkingar veltufjár frá rekstri strax á árinu 2016 og það fari yfir 9% af tekjum frá með árinu 2018. Eins og vinstri myndin sýnir, á myndinni til hægri eru brúttó fjárfestingar A-hluta sýndar með bláum súlum og handbært fé frá rekstri með grálitaðri súlu. Árin 2014 og 2015 eru fjárfestingar töluvert umfram handbært fé frá rekstri, en á árinu 2020 er gert ráð fyrir að standa fullundi fjárfestingum. Þannig eykst geta rekstrar til að fjármagna fjárfestingar eftir því sem líður á tímabilið og dregið er úr áhættu við fjármögnun fjárfestinga og þörf fyrir lántöku eins og gerð verður nánar grein fyrir hér á eftir. Ef við förum og beinum sjónum stuttlega málaflokkunum, þá vil ég þó fyrst segja að við gerum ráð fyrir ítarlegri umræðu einstaka málaflokka í síðar umræðu eins og eðlilegt er. Við höfum eftir að útdeila hagræðingu upp á 1780 milljónir og þess vegna held ég að við dveljum ekki mikið við hvern og einn. En ég verð þó að hrósa málaflokkunum fyrir það að þeir hafa undanfarið unnið að því að koma sér fyrir innan rammana sem úthlutað var í júní og hefur það gengið vel. Málaflokkayfirlitið sýnir aukningu fjárheimilda í öllum málaflokkum ef við undan er skilið miðla stjórnsýsla. Hagræðingarkrafan er sýnd óskipt í einni línu en milli umræðna verður ákveðið hvernig hún skiptist á milli málaflokkana. Í sameiginlegum kostnaði 2015 og 2016 eru bæði áhrif gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga og hlutaáhrif kjarasamninga sem síðan verður dreift út á málaflokka. Helstu verkefnissviðar á næsta ári verða margvísleg en ég ætla í stuttu máli að fara yfir þau. Skóla- og frístundasvið er langstærsta svið borgarinnar. Í samræmi við stefnumótun skóla- og frístundaráðs leggur sviðið áherslu á 5 svokallaða umbótaþætti sem forgangsverkefni á komandi ári. Þessi þættir eru efling læsis, aukið vægi verk-, tækni- og listnáms, lýðræði, jafnrétti og mannréttindi, með sérstaka áherslu á nemendamiðað skólastarf og fjölmenningu, þar sem fyrir liggja ítarlega tillögur að efla virt tvítyngji barna af erlendum uppruna. 5. umbótaþátturinn ber yfirskriftina Gæði og fagmennska, þar sem áhersla er lögð á starfsþróun fagfólks og sérstaklega að fjölga fagmenntuðum leikskólakennurum með fjárveitingum til námsleyfa starfsfólks og leikskólum. Alls er lagt til að 200 milljónum króna verði varið í þessa 5 umbótaþætti og innleiðingu þeirra í leik-, grunn- og frístundastarfi borgarinnar á næsta ári, en það er auðvitað háð því að hagræðingarmarkmið náist. Helstu verkefni velferðarráðs er að bæta þjónustuna og færa hana nær notendum. Áherslan er á börn og fjölskyldur með markmið að bæta þjónustu nær þeim sem nýta hana. Með verkefni á næsta ári eru aukning á rafrænni þjónustu til að auka gæði persónulegu þjónustunnar og skilvirkninnar í heild. Reykjavíkurborg er orðin aðili að verkefninu AIDS Friendly Cities eða aldursvæna borgir, en þar inni eru verkefni sem lúta að tækninýjungum og endurhæfingu í heimahúsum. Rannsóknarverkefni sem sviðið lét vinna sýndi að 30% þeirra sem spurði voru þurfti enga þjónustu þegar búið var að endurhæfa og þetta er hér nefnt bara sem eitt dæmi af mörgum af áhersluverkefnum á sviðinu
en sviðið stendur líka frammi fyrir því spennandi verkefni að bæta atvinnutækifæri fatlaðs fólks og að annarri framþróun á sviði þjónustu við fatlað fólk. Á umhverfis- og skipulagssviði þarf ekki að nefna að borgin hlaut náttúru- og umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs á síðastliðnu ári og sviðið hefur því verið að koma borginni á kortið sem einni grænustu borga Evrópu. Framundan eru stór verkefni sem tengjast loftslagsmálum, Parísarfundinum og innleiðing og eftirfylgni aðalskipulags í því samhengi. Skipulagsgerð með áherslu á húsnæðismarkaðinn ásamt mat á núverandi stöðum svo þróun líka mjög mikilvægt verkefni og framfylgd svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins sömuleiðis. Þá verður að fylgja eftir mælikvörðum í umhverfis- og auðlindastefnu borgarinnar eins og farið var yfir nýlega hér í borgarstjórn og borgarráði. Það er unnið að undirbúningi að gera borgarlínu í samvinnu við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og unnið að hverfiskipulagi í jöfnum og góðum áföngum. Ný verkefni matasóun eða öllu gegn matasóun er að bætast við og aðgerðaáætlun vegna stefnu líffræðilega fjölbreytni. Það er verið að fjölga grenndarstöðvum þar sem hægt verið að skila glera ásamt úrgangsflokkun og fleiri almenningssvæðum í borgarlandinu. Stór uppbyggingarverkefni eru svo eins og áður var talið. Í fjárhagsáætlun ITR fyrir árið 2016 er áfram gert ráð fyrir svipuðu þjónustustigi og verið hefur í sundlaugum, fjölskyldugarði, skíðasvæðum og varðandi frístundakortið. Það koma 1,8 milljón gesta í Laugarnar á hverju ári og almenn ánægja borgarbúa og ferðamanna með Laugarnar og þá þjónustu sem þar er boðið upp á. Við stigum á dögunum það skref að hækka einstaka gjaldið í Laugarnar en það var meðal annars til þess að þurfa að hreyfa aðrar gjaldskrár minna að minnsta kosti raunvirði. Áfram gerum við svo ráð fyrir auknu starfi og auknum fjárveitingum í starf fyrir fatlaða framhaldsskólanema í hinu húsinu og í nýrri aðstöðu í Elliðaárdal sem gengið hefur afar vel. Það hefur verið mikið að gera á menningar- og ferðamálasviði undanfarið ár, meðal annars vegna fjölgunar ferðamanna. Á árinu hefst undirbúningur fyrir því að taka við endurgerðu Gröndalshúsi þar sem bókmenntaborgin UNESCO eða Reykjavík bókmenntaborg UNESCO mun fara í samstarfi einkaaðila. Ný aðgerðaáætlun ferðamálastefnu felur í sig áherslubreytingar í starfsemi höfuðborgarstofu þar sem meiri áherslu er sett á að styrkja innviði ferðaþjónustu. Á áætlun er jafnframt að leggja áherslu á fjölbreytta miðlun og smærri verkefni til að tryggja flæði gesta í safnahúsum borgarinnar. Dagskránni er ætlað að styrkja sérkenni safnahúsanna, Hafnarhússins, Ásmundarsafns og Kjarvalsstaða og treysta enn tengslin við listendur og markkópa hvers safns fyrir sig. Menningarstefnan leggur sérstaka áherslu á börn og menningaruppeldi. Hún endurspeglast á margvíslegan hátt hjá menningarstofnunum í styrkveitingu ráðsins í miðlægum verkefnum eins og Reykjavík bókmenntaborg og síauknu samstarfi menningar- og ferðamálasviðs og skóla- og frístundasviðs. Leitast er við að sinna barnamenningunni sérstaklega vel í hverfunum. Hjá stjórnkerfis- og lýðræðisráði er það að frétta á næstu ári verið innleidd rafræn gagnagátt fjármál Reykjavíkurborgar samkvæmt áætlun. Unnið er að innleiðingu nýrrar upplýsingastefnu, von er á úttekt á betri Reykjavík og betri hverfum sem verður grunnur að tímabæra endurskoðun og framkvæmd þeirra verkefna. Svo er ráðið falið innri endurskoðun að gera úttekt á þjónustumiðstöðvum og hvernig gengið hefur að ná þeim markmiðum sem sett voru þegar þær voru stofnaðar. Samhliða verður stjórnsýsluleg staða hverfisráða skoðuð. Mannréttindaráð mun kynna og innleiða nýja mannréttindastefnu sem samþykkt var nýverið, bæði fyrir borgarbúum og starfsfólki borgarinnar. Jafnframt vera stað skoðun hvernig unnt sé að jafna kynjahlutfall á vinnustöðum og ennfremur verður mótuð stefna í atvinnumálum fatlaðs fólks hjá Reykjavíkurborg. Unnið verður að eflingu lýðræðislegrar þátttöku innflytjenda og enn frekari upplýsingagjöf til þeirra, meðal annars með velkomin til Reykjavíkur verkefninu. Svo fer af stað fræðsla til starfsfólks ólíka kynhneigð og kynvitund og hinsegin fólk í samstarfi við samtökin 78. Þá
Þá ætla ég að fjalla nánar markmið aðgerðaáætlunar A-hluta og áhrif hennar og rekstur og fjármögnun A-hluta. Aðgerðunum ætlað að draga úr áhættu og stuðla sjálfbærni í rekstri og fjármögnun A-hluta þannig að hann hafi til lengri tíma fjárhagslega burði til að fjármagna rekstrarútgjöld og fjárfestingar. Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar í borgarstjórn þann 1. desember næstkomandi sumsé gert ráð fyrir að borgarstjórn afgreiði aðgerðaáætlun sem feli í sér leið fjármálastefnu og fjármálareglu fyrir A-hluta borgarinnar sem ætlað að verða leiðarvísi fyrir fjármálastjórn til lengri tíma. Jafnframt liggur fyrir til afgreiðslu tillaga endurskoðun á reglum gerð fjárhagsáætlunar til að styrkja enn frekar rammastjórnun og eftirlit með framkvæmd fjárhagsáætlunar. Sem fyrr segi vonast ég eftir breiðri samstöðu afgreiðslu áætlunarinnar. Svona stilltum við markmiðum hennar upp í greinargerð með frumvarpinu og munum koma til umfjöllunar í borgarráði á næstu fundum þess. Í fyrsta lagi varðandi útgjöld að laun og annar rekstrarkostnaði dragist saman á föstu verðlagi árin 2015 til 2018 eins og ég hef áður rakið. Að jafnvægi verði í rekstri A-hluta frá og með árinu 2016 og jafnvægi í grunnrekstri frá og með árinu 2018. Að veltufé frá rekstri verði að minnsta kosti 9% af tekjum frá og með árinu 2018 og að sett verði markmið hlutfall hreinna vaxtabærandi skulda af tekjum. Þetta eru þau 4 markmið sem við munum fjalla Aðgerðaáætlunin nær þannig bæði til útgjalda og tekjuhliðar rekstrarreiknings A-hluta og útgjaldahliðinni gert ráð fyrir hagræðingu í rekstri sem nemur alls 3.380 milljónum króna á 3 árum eða 3,7% af launum og öðrum rekstrarkostnaði á föstu verðlagi. Meirihluti hagræðingarinnar settur fram strax á árinu 2016 eða 1780 milljónir króna og gert ráð fyrir að hagræðingaaðgerðir verði útfærðar nánar milli umræðan í borgarstjórn eins og áður sagði, þannig að þessari hagræðingu verði í raun útdeilt á einstaka málaflokka. Á tekjuhliðinni gert ráð fyrir innskiptistekjum árin 2016 og 2017 sem nemur 500 milljónum króna ár hvert. Frá með árinu 2018 síðan gert ráð fyrir að Orkuveitu Reykjavíkur geti verið farin að skila borgarsjóði hóflegum en varanlegum arðgreiðslum í takt við sterkari rekstrar- og skuldakennitölur. Árið 2018 eru heildaráhrif aðgerða orðin 4.380 milljónir króna á föstu verðlagi ársins 2016 þar sem hagræðing í rekstri nemur sem fyrr segir 3,4 milljörðum af þessu en arðgreiðslur 1.000 milljónum. 1 milljarði. Í 5 ára áætlun gert ráð fyrir magnaukningu útgjalda meðal annars vegna uppbyggingar búsetuúrræða, fjölgunar þjónustuþega á velferðarsviði, fjölgunar nemenda á skóla- og frístundasviði og aukins viðhalds skatna og fasteigna og eru þessi útgjöld inni í römmum viðkomandi málaflokka. Á tímabilinu 2015 til 2018 meðan aðgerðir standa yfir lækka útgjöld því minna á föstu verðlagi sem nemur þeirri hagræðingu sem ég greindi frá áðan eða 1,5% í stað 3,7%. Árin 2019 og 2020 hins vegar gert ráð fyrir að útgjöld aukist 1,2% hvort ár á föstu verðlagi og þar á ferðinni sem sagt magnbreytingar. Í aðgerðaáætluninni sett markmið að rekstrarniðurstaða A-hluta verði jákvæð allt tímabilið 2016 til 2020. Framan af afgangur rekstri meðal annars borin uppi af tekjum af söluhagnaði, sölu bingaréttar og öðrum einskiptistekjum en með þeim útgjalda og tekjuaðgerðum sem lýst hér að framan og hóflegri áætlun aukningu skatttekna á tímabilinu verður reksturinn sífellt minna háður einskiptistekjum og frá með árinu 2018 gert ráð fyrir að jafnvægi verði náð í rekstri A-hluta, jafnvel þótt aðeins í horft til reglulegra tekna. Í þessari umræðu eru arðgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur taldar til óreglulegra tekna þó ætla megi að til lengri tíma geti arðgreiðslur að einhverju marki talist til reglulegra tekna. Rekstrarniðurstaða A-hluta án óreglulegra tekna og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar styrkist verulega á tímabilinu úr því að vera neikvæð 814 milljónir á yfirstandandi árið 2015 í að vera jákvæð 3,3 milljarða árið 2020 sem talið viðunandi afgangur til að standa undir eðlilegri gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar.
Í aðgerðaáætluninni er gert ráð fyrir styrkingu grunnrekstrar á tímabilinu til að stuðla sjálfbærni í rekstrinum þannig að reglulega tekjur standi undir útgjöldum þegar horft er til lengri tíma. Við setjum okkur markmið að veltufé frá rekstri verða lágmarki 9% af tekjum frá árinu 2018. Það meðal annars sortið meðal hlutfalls úr rekstri borgarinnar fyrir síðustu 10 ár eða 2003 til 2013 sem 10% af tekjum og rekstri nágranna sveitarfélaga yfir sama tímabil sem 9% af tekjum. En með þessu erum við að stuðla því að grunnrekstur komist í ásættanlegt horf og reksturinn skili viðunandi afgangi til fjármögnunar á fjárfestingum og öðrum reglubundnum útgjöldum í sjóðstreymi. Ef við horfum á fjármögnun þá sýna dekkri súlurnar veltufé frá rekstri yfir tímabilið 2015 til 2020 og það ljósari fjárfestingatekjur. Það tekjur af gatnagerðargjöldum og sölu eigna og bingaréttar. Ferillinn sýnir brúttó fjárfestingar A-hluta, þannig sýnir myndin hvernig fjárfestingar A-hluta eru fjármagnaðar, en þegar veltufé frá rekstri og fjárfestingatekjur eru undir brúttó fjárfestingum þarf að fjármagna mismuninn með aukningu hreinna skulda. Framan af tímabilinu fjármögnun fjárfestinga töluvert háð fjárfestingatekjum og hreinar skuldir að aukast, en með aðgerðaáætluninni er gert ráð fyrir verulegri styrkingu veltufjár frá rekstri og frá og með árinu 2020 er gert ráð fyrir að veltufé standa fullundir fjárfestingu og öðrum útgjöldum í sjóðstreymi. Þannig að aðgerðunum ætlað að minnka áhættu við fjármögnun A-hluta og draga úr þörf fyrir skuldsetningu. En hvernig hún þá? Við erum hér að tala hreinar vaxtaberandi skuldir í þessu samhengi og við liggjum þar rétt og yfir 20% í áætluninni. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég hef nú mælt fyrir frumvarpi að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2016 og frumvarp að 5 ára áætlun 2016 til 2020 og legg til að þeim verði vísað til 2. umræðu í borgarstjórn þriðjudaginn 1. desember næstkomandi. Ég mæli jafnframt fyrir framlögðum tillögum sem liggja fyrir fundunum vegna fjárhagsáætlunar, fyrst fyrir tillögu álagningarhlutfall útsvars sem verði 14,52%, álagningarhlutfall fasteignaskatt af íbúðarhúsnæði sem verði 0,2%, álagningarhlutfall fasteignaskatt af opinberum byggingum sem verði 1,32%, álagningarhlutfall fasteignaskatt af atvinnuhúsnæði sem verði 1,65% og lóðaleigu sem verði 0,2% af íbúðarhúsnæði en 1% af opinberum byggingum og atvinnuhúsnæði. Þá mæli ég fyrir tillögum gjalddagaskiptingu fasteignagjalda sem felur í sér breytta skipan mála þar sem nú lagt til að gjalddagar verði í öllum tilvikum 9 og jafnframt geti greiðandi óskað eftir hvenær sem að gera upp alla ógreidda gjalddaga. Ég mæli einnig fyrir tillögum uppgjörsreglu vegna breytinga á fasteignamati og tillögum viðmiðunarmörk tekju og eigna vegna afslátt á fasteignagjalda elli- og örorkulífeyrisþega. En jafnframt vil ég mæla fyrir tillögum 2.246 milljóna króna lántökuheimild fyrir árið 2016. Leið og ég legg til að tillögum gjaldskrár verði vísað til 2. umræðu og afgreiddar á undan öðrum tillögum sem liggja fyrir þeim fundi, þá vil ég ljúka þessu máli með því að þakka öllum sviðum, ráðum, fjármálastjórum þeirra fyrir undirbúning þessara áætlunar, vonast eftir góðu samstarfi við útfærslu aðgerðaráætlunarinnar milli umræðna og eftirfylgni með henni næstu 3 árin. Og að síðustu vil ég sérstaklega fá að þakka skrifstofu eigna og atvinnuþróunar varðandi fjárfestingaráætlunina en síðast en ekki síst fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar sem eins og undanfarin ár hefur haft veg og vanda að undirbúningi áætlunarinnar og staðið sig af stakri fagmennsku, prúðmennsku og prýði. Og hlakka ég þá til umræðunar hér í dag og síðari umræðu og umfjöllunar borgarráðs fram að því. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur til máls.
Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Þá hefur borgarstjóri gert grein fyrir frumvarpið að fjárhagsáætlun sem að lagt fram hér og nú hefur meirihluti þessara 4 flokka, Pírata, Samfylkingar, Bjartrar framtíðar og Vinstri grænna lagt fram aðra fjárhagsáætlun sína á kjörtímabilinu. Og rétt eins og fyrir ári síðan þá þessi fjárhagsáætlun ekki glæsileg og henni fylgir útkomuspá fyrir ári í ár sem er óravegu frá þeirri vondu fjárhagsáætlun sem meirihlutinn samþykkti fyrir ári síðan. Og útkomuspáin núna, hún segir okkur að samstæðan, en það er að segja borgarsjóður eða A-hluti og fyrirtæki borgarinnar, verði rekin með 3,4 milljarða króna halla á árinu 2015, samstæðan sjálf, en hún átti að skila töluverðum aðgangi. Meirihlutinn ætlar að snúa því snöggt við og stefnir á næsta ári að það verði 8 milljarða króna afgangur á samstæðunni. Og með við reynsluna að undanförnum árum í rekstri að þá er erfitt að trúa því. Borgarsjóð eða A-hluta sem er nú þarna upp á töflunni, upp á skjánum, að þá er skemmst frá því að segja að hann er ekki nálægt núlli eins og meirihlutinn ætlaði sér, samkvæmt fjárhagsáætlun, heldur með 13,4 milljarða halla og aðalsjóður sem að rekinn er fyrir skatttekjur, hann verður með 18,2 milljarða halla á næsta ári. Þetta eru engar smá tölur. Þarna vega lífeyrisskuldbindingar þungt, en þær þarf að borga þegar upp er staðið og þegar við skoðum reksturinn án gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga, þá er hann samt sem áður verulega slæmur. Tekjur A-hluta aukast engu að síður 10% frá útkomuspá til áætlana 2016 sem umfram þær verðlagsbreytingar sem reiknaði með í frumvarpinu, sama hvort við tölum launavísitölu eða neysluvísitölu. Með öðrum orðum, tekjur aukast hlutfallslega meira en þessi hefðbundnu rekstrargjöld. Skuldir og skuldbindingar A-hluta, hér þetta alveg frá 2002, við sjáum þróunina, þær fara úr því að vera 64,5 milljarðar í 83,1 milljarð frá 2014 til 2016 ef áætlun stenst, eða 30%. Og skuldir aðalsjóðs sem ég ekki með glæru yfir, þær fara samanskapi úr 23,8 milljörðum í 37,7 á þessu sama tímabili 2014 til 2016 eða 58% hækkun. Og þetta eru svakalega tölur og það kalla á svo tafarlausar aðgerðir af hálfu meirihluta borgarstjórnar að annað eins hefur náttúrulega bara aldrei sést við rekstur Reykjavíkurborgar. Og við höfum í huga að 2,3 milljarðar eru óútfærð hagræðing í frumvarpinu. 1,8 milljarðar í rekstrarhagræðingu, lækkun útgjalda og 500 milljónir króna í eignasölu eða hækkun tekna. Þetta er sérstök lína í frumvarpinu eins og þið hafið séð og niðurstöðutölur eru þar af leiðandi 2,3 milljörðum hagstæðari en ella. Ef að þessi lína væri ekki í frumvarpinu að þá væru við með niðurstöðutölu sem að sýndi 2,3 milljörðum hærra tap. 2,3 milljörðum hærra tap. Og þetta er algjörlega óútfært. Borgarstjóri kom inn á það hér áðan að þessu eru skipt niður á svið á milli umræðina, en það er ekki búið að því. Og það er meira en að segja að skipta þessu niður á svið. Ef ekki tekst að útfæra þetta,
að þá verður auðvitað rekstrarniðurstaðan enn verri en hér er talað um. Og hugsið ykkur, Reykjavíkurborg, þetta stærsta sveitarfélag landsins, er með útsvarið í hæstu leyfilegu, hæstu löglegu hæðum og samt erum við með þessa slæmu niðurstöðu. En meirum þetta hér aðeins síðar, þar sem ég fer yfir þessa þróun og dreg svo kallaða reiknaða stærði frá til að gera samanburðinn auðveldari. Reykjavíkurborg, rétt eins og önnur sveitarfélög í þessu landi, stendur árlega frammi fyrir miklum áskorunum hvað varðar forgangsröðun verkefna, áherslur í framboði þjónustu og kröfur aukna og skilvirkari þjónustu. Það á bæði við umfang núverandi verkefna, gæði þeirra og ný verkefni. Þannig að verkefnið við árvissa vinnslu fjárhagsáætlunar er að þetta koma útgjaldarammanum sem að mótast af lögskipuðum fyrirmælum þjónustu af hálfu borgarinnar að viðbættum öllum þeim óskum og kröfum íbúana sem að við þekkjum fyrir inni í tekjurammanum sem að tekur breytingum vissulega en yfirleitt ekki gríðarlegum sveiflum. Endur útsvari frekar mikill sveiflujafnandi tekjustofn og mjög mikilvægur tekjustofn sem að tekur til dæmis ekki eins miklum sveiflum eins og tekjustofnar ríkisins, veltuskatta tekjustofnir. En hlutverk borgarstjórnar og þá fyrst og fremst meiri hluta borgarstjórnar hverju sinni er því að taka ákvörðunum hvað sé mögulegt og hvað skuli gert umfram það sem lögskipað er. Og hjá Reykjavíkurborg er ansi margt gert umfram það sem lögskipað er. Og þegar kreppi verulega í rekstrinum eins og gerir þessi árin og hefur reyndar gert lengst af undir stjórn vinstri meiri hluta í Reykjavík, þá þarf að taka upp skýrari forgangsröðun. Það þýðir að gæluverkefnin þurfa að víkja. Það þýðir að grunnþjónusta á borð við þjónustu við aldraða og fatlaða þarf að vera í forgrunni. Það þýðir að gæluverkefni eru sett til hliðar en þjónusta við aldraða er látin vera í forgrunni en ekki skorin niður þegar gæluverkefnin fá að halda sér. Og hvað eru gæluverkefni? Þegar forgangsraða þarf í þágu íbúana, í þágu þeirra sem að þurfa sárlega á grunnþjónustu og borð við heimaþjónustu að halda, er ekki hægt að réttlæta að á sama tíma hafi sem dæmi verið sérstakt ráð stofnað ásamt starfsmanni til að sinna verkefnum sem hægt er að sinna innan núverandi stjórnkerfis. Þetta er stjórnkerfis og lýðræðisráð. Ég er bara að taka hér eitt dæmi sem mun kosta alltaf 35 milljónir króna á ári eða 140 milljónir á kjörtímabilinu. Þó þetta dæmi sé tekið eru þau auðvitað út allt. Hvað eru til dæmis mörg stöðugildi í svokölluðum upplýsingamálum? Hvað eru margir upplýsingafulltrúar hjá borginni? Ég fæ töluna 14 þegar farið í gegnum málið og hef ég nú farið í gegnum það með nokkrum og ekki allir tilbúna til að gefa upp nafn í því samhengi. Ég fæ töluna 14 og það er fyrir utan tölvufólk sem að tengist auðvitað upplýsingamálum. Þannig að það eru ýmis verkefni sem að hægt er að skera niður til þess að forgangsraða bæði þá í grunnþjónustunnar og til þess að ná tökum á rekstrinum sem ekki er að gerast núna. Þannig að það er nokkuð ljóst að meirihlutinn þarf að forgangsraða til að reksturinn standi undir grunnþjónustunni. Ágætu borgarfulltrúar, mig langar til þess að taka það fram áður en að ég fer í nánari greiningar hér á þessari fjárhagsáætlun. Að mikil vinna liggur á bakvið auðvitað áætlunina í ráðum og nefndum þar sem að kjörnir fulltrúar leggja sín lóð og vogarskálar ásamt starfsfólki borgarinnar sem að leggur sér verulega fram að vanda til verka og vil ég þakka öllu því góða fólki fyrir þeirra framlag. Við fengum í síðustu viku kynningar frá öllum sviðum og fyrirtækjum 3 daga í röð í borgarráði og fengum við mikið upplýsingum á stuttum tíma og það var vel leyst af hálfu kjörinna fulltrúa og embættismanna. Það hefur svo sem ekki verið mikið unnið í borgarráði að fjárhagsáætlun eða því að takast á við rekstrarvanda borgarinnar. Rammar eru settir fram að vori en ýmsar breytingar verða frá römmum þar til heildarsýnin fæst í formi frumvarps örfáum dögum fyrir fyrri umræðu í borgarstjórn. Í ár voru rammar lagðir fram í júní og fljótlega eftir það var kynnt hálfsárs uppgjör sem sýndi gríðarlegt tap fyrstu 6 mánuðina. Þrátt fyrir það sáum við í minnihlutunum að minnstu kosti ekki neina breytingar á þessum römmum fyrir núna í frumvarpi að fjárhagsáætlun. Og það var eins og meirihluti flokkana 4 í borgarstjórn, Pírata, Samfylkingar, Bjartrar framtíðar og Vinstri grænna, væri að bíða eftir einhverju.
Það var eins og þau væru að bíða eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn framkvæmdi tillögu sína frá því í borgarstjórn í vor og tillagan var svona með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að hefja nú þegar vinnu við rekstrarhagræðingu A-hluta borgarinnar með það að markmiði að rekstur verði í jafnvægi þannig að skatttekjur dugi fyrir rekstrarútgjöldum. Jafnframt verði það markmið sett að veltufé frá rekstri fari í 11% af skatttekjum og verði ekki lægri en 9% af skatttekjum þegar á rekstrarárinu 2015. Í framhaldi af hagræðingaraðgerðum verði hafist handa við að lækka útsvar í áföngum. Fyrsti áfengi verði 0,25% lækkun útsvars og tilvitnun lýkur í þessa tillögu. En Sjálfstæðisflokkurinn er því miður í minnihluta, þannig að þessi tillaga sem var vísað til borgarráðs þurfti á því að halda að meirihlutin færi að vinna að henni, en það gerðist ekki. Hins vegar var farið í greiningu á möguleikum hagræðingar í borgarráði eftir sumarfrí og tíminn til að takast á við rekstrarvanda ársins 2015 orðinn stuttur. Við höfum svo sem ekkert marktækt séð ennþá að verið sé að takast á við rekstrarvanda Reykjavíkurborgar annað en þessa stafi á blaði sem meðal annars borgarstjóri fór yfir áðan. Við höfum ekki einu sinni séð þær tillögur okkar sem þó voru samþykktar oftar en einu sinni að setja nóturnar á neti framkvæmdar. Þar sáum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mikil tækifæri til að auka aðhald að rekstrinum. En það gerist ekkert í að framkvæma þessa mjög svo góðu tillögu þrátt fyrir heilt Pírataráð sem hefur starfað í 1,5 ár, stjórnkerfis- og lýðræðisráð sem kostar örugglega meira á ári en kostnaður við að koma bókhaldinu á netið. En við höfum séð stafi á blaði undanfarin ár meðan reksturinn versnar jafnt og þétt undir stjórn vinstri meirihlutans í Reykjavík og skuldir aukast hratt. Það þarf nefnilega aðgerðir líka, ekki bara stafi á blaði. Frumvarp af fjárhagsáætlun það var lagt fram í borgarráði fyrsta daginn af 3 í síðustu viku og síðan fóru kynningar allra sviða og fyrirtækja fram. Þetta voru að mínum mati betri vinnubrögðun á síðasta ári þegar frumvarpið var lagt síðast fram eða eftir öllum kynningum. Það er betra að vita heildarniðurstöður fjárhagsáætlunar og skiptingu á svið og fyrirtæki áður en að farið yfir starfsáætlun og nákvæmari greiningu einstakra sviða. Þetta gerði ég meðal annars á umtalsefni fyrir ári síðan hér í borgarstjórn. Þessu hefur verið breytt og þykir mér það til bóta. Það gefur okkur aðeins meira svigrúm, aðeins lengri tíma til að átta okkur á tölulegum staðreyndum frumvarpsins. Ágætu borgarfulltrúar, fjármagn sem reksturinn skilar. Fjármagn sem reksturinn skilar. Öðru nafni veltufé frá rekstri. Mér hefur orðið tíðrætt þessa stærð, ég veit að hún vefst ennþá fyrir einhverjum. Hún er kannski ekki mjög lýsandi, en þetta er hugtakið það fjármagn, þá beinhörðu peninga sem að reksturinn skilar. Og þetta er það fjármagn sem er til nýrra verkefna, nýrra fjárfestinga og greiðslu lána. Þetta er kennitala sem að lýsir fjármunamyndun á rekstrartímabilinu, og rekstrartímabilið er þá almanaksárið í tilfelli Reykjavíkurborgar. Og þetta er mjög mikilvæg hlutfallstala, ég segi þetta sé mikilvægasta kennitalan í rekstrinum, sem segir til getuna til að greiða afborganir lána og fjárfestingar. Þegar þessi tala er fundin út, þegar þessi hlutfallstala er fundin út, veltufé frá rekstri, þá er búið að taka allar svokallaðar reiknaða stærðir eins og lífeyrisskuldbindingar í burtu. Það er búið að draga þær frá. Svo við sjáum nákvæmlega hverju reksturinn skilar í beinhörðum peningum. Og veltufé A-hluta, eða borgarsjóðs, frá rekstri, það lækkar sem hlutfall af tekjum ár frá ári. Það er mjög alvarlegt. Þegar við ræddum fjárhagsáætlun ársins 2015, fyrir 1 ári síðan, þá var reiknað með því að þessi mikilvægasta kennitala rekstrarins yrði 7,3% árið 2014, en hún var 5,4%. Þá var reiknað með 6,8% árið 2015, en hún stefnir í 5%. Svo ætla meirihlutann að ná þessu hlutfalli fjármagns sem reksturinn skilar í beinhörðum peningum upp í 7,6% árið 2016. Það er reyndar engan veginn nógu hátt samkvæmt fjármálaskrifstofu borgarinnar,
en manni finnst ekki trúlegt að þetta hlutfall náist miðað við þróun síðustu ára. Því miður verð ég að segja. Þegar við förum yfir ákveðna tölulega staðreyndir, þið sjáið að þarna er dregin lína 9% og ef ég man rétt að þá var í greinargerð fjármálaskrifstofu með ársreikningi talað 9,7%, en allan að dregin lína þarna 9% og þið sjáið það að við erum langt frá því. Ég talaði reyndar á sínum tíma 11% væri mikilvægt, en þarna dreg ég bara línuna við það sem fjármálaskrifstofan sjálf hefur sett markið og við erum langt frá því. Við fer betur yfir það á eftir. Hér er veltufé frá rekstri. Þetta er úr skýrslu fjármálaskrifstofu. Þetta í rauninni segir söguna, hún er ekki eins langt aftur hér. Og hér sjáum við þessar sömu tölur og við sjáum hversu bratt á að bæta þessa stöðu á 5 ára tímabilinu, 2016 til og með 2020. Og við skulum svo sannarlega vona að það takist, en miðað við þróun undanfarinna ára, þá er það því miður ekki líklegt. Í inngangi borgarstjóra með fjárhagsáætlun, sem er hér með greinargerðinni, þá segir að tekjur hafi hætt að duga fyrir gjöldum árið 2015 eins og gildum sveitarfélög á öllu höfuðborgarsvæðinu. Hættu tekjur að duga fyrir gjöldum árið 2015. Það er nýtt fyrir okkur sem höfum gagnrýnt þennan rekstur lengur en vegna ársins 2015. Ef við skoðum hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og skoðum hvernig reksturinn gengur hjá þeim, að því að borgarstjóri hefur lagt mikla áherslu á það að við séum öll í sömu súpunni hvað þetta varðar, þá er það auðvitað þannig, og það er alveg rétt, að flest sveitarfélög er í sömu stöðu hvað varðar málefni fatlaðs fólks, en nú er fjármögnun þess verkefnis í endurskoðunarfasa milli ríkis og sveitarfélaga eins og kveðið er á í samningi yfirfærsluna, og það er auðvitað eðlilegt að fjármagn fylgi þeim verkefni sem færður á milli, við erum öll sammála um það. Mörg sveitarfélög glíma líka við hallarekstur hjúkrunarheimila og þannig mætti lengi telja. Og þetta segi ég vegna þess að áskoranir í rekstri eru svipaðar og glíman leiðréttingu tekjustofna er sameiginleg með sveitarfélögum landsins. Hún er það, vissulega. Reykjavík hefur þó mikla sérstöðu í þessu samhengi, í þessu rekstrarlega samhengi. Hver er sérstaðan? Jú, hún er svo að borgin er 4 sinnum stærri en næststærsta sveitarfélag landsins og hefur því gríðarlega hagræðinga möguleika í rekstri sínum umfram öll önnur sveitarfélög. Ef stærðarhagkvæmni virkar einhvers staðar, þá virkar hún í Reykjavík. Það er að segja ef borgin er stýrt almennilega sem ekki er gert og útkomuspá og fjárhagsáætlun undirstrika svo vel. Ef við veltum fyrir okkur að við séum öll í sömu súpunni, þá sjáum við hér veltufé frá rekstri og þetta fundum við nú bara á vefnum varðandi nágrannasveitarfélögin. Við sjáum það að bláa súlan er 2015, þar er Reykjavík með 5% samkvæmt útkomuspá, Kópavogur með 9,5%, Garðabær 8,3%, Mosfellsbær 9,5%, við fundum ekki fyrir Hafnarfjörð. Og þegar við skoðum áætlun næsta árs, þá ætlar Reykjavík að koma sér upp í 7,6%, en Kópavogur ætlar að vera í 9,4%, Garðabær í 9,8%, Mosfellsbær í 8,4% og Hafnarfjörður ætlar upp í 11,8%. Þannig að langstærsta sveitarfélag landsins, höfuðborgin, er ekki á nákvæmlega sama stað á nágrannasveitarfélögin, þó að þau eins og borgarstjóri hefur sagt hafi kvartað undan því að það sé þyngra í ári. Það er þyngra í ári hjá öllum, en borgin sem ætti auðvitað að vera með hæstu súluna þarna, ef allt væri eðlilegt, er með lægstu súluna. Hún er með lægstu súluna fyrir árið 2015, hún er með lægstu súluna fyrir árið 2016. Það er líka talað í inngangi borgarstjóra að fjárhagsáætlun að hallinn á málefnum fatlaðs fólks sé 1,1 milljarður króna og hallinn á hjúkrunarheimilum 288 milljónir.
Það er auðvitað hlutverk ríkisins að sjá hjúkrunarheimilum fyrir daggjöldum og ef sveitarfélög ná ekki endur saman í þeim rekstri þá ætti auðvitað að skila slíku verkefni tilbaka til ríkisins. Og hvað varðar halla á málefnum fatlaðs fólks þá er það mál í farvegi í samræmi við upphaflegan samning og við skulum nú bara vera bjartsýn á að það gangi vel. Það er allan ekki ástæða til þess að vera svartsýnn fyrirfram varðandi það. Þegar við drögum þessar tölur frá í rekstrinum sem ég var að telja upp, það er að segja málefni fatlaðs fólks, það sem vantar upp á þar, samkvæmt borgarstjóra og hjúkrunarheimilin, að þá náum við veltufé frá rekstri samt ekki upp í þá lágmarkstölu sem fjármálaskrifstofa borgarinnar telur nauðsynlega. Sem segir okkur svolítið reksturinn að öðru leyti. Ef við segjum að reksturinn batni það, segjum sem svo að það náist bara góð samstaða við ríkið að bæta þetta með hjúkrunarheimilin 288 milljónir og málefni fatlaðs fólks 1,1 milljarð og við sitjum það inn í líkani, skoðum hvað það gerir fyrir veltufé fyrir rekstri, það er ekki nóg. Það er ekki nóg. Þannig að það er ýmislegt annað að í rekstrinum heldur en bara fjárhagsleg samskipti við ríkið. Þannig að það ætti að vera morgunljóst öllum þeim sem að lesa þessa fjárhagsáætlun og ársreikninga undanfarinna ára að það er eitthvað mikið að í fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Og ábyrgð meirihlutans, hún er öll í því máli. Og meirihluti þessara 4 flokka, Pírata, Samfylkingar, Bjartrar framtíðar og Vinstri grænna, hefur brugðist borgarbúum í að fara vel með fjármuni þeirra. Það eru mörg hættumerkin og margt sem ástæði til að efast að gangi upp í fjárhagsáætlun þó auðvitað hljótum við öll að vona að áætlanir gangi eftir og betur en það. En það er mikil óskhyggja í áætlun fyrir árið 2016 og í 5 ára áætlun. Það talað það sem markmið að veltufé fyrir rekstri verða að minnsta kosti 9% af tekjum frá árinu 2018. Það þarf margt að ganga vel upp í rekstrinum til að svo verði. Það er ljóst að til dæmis rekstur aðalsjóðs, hann verður með tapi allt 5 ára tímabili. Rekstur aðalsjóðs verður rekinn með tapi allt 5 ára tímabili. Aðalsjóður fer ekki yfir núllið á 5 ára tímabili. Og hann er fjármagnaður með skatttekjum. Svo segir í greinargerð fjármálaskrifstofu að frá árinu 2018 þá fari arður að berast frá Orkuveitu Reykjavíkur. Það er verulega umhugsunarvert að ef matið verður það á árinu 2018 að Orkuveitan hafi burði til að greiða arð, en það ríkir eins og þið vitið mikil óvissa auðvitað, enda eru álmarkaðir ansi valtir núna sem hefur auðvitað bein áhrif á afkomu Orkuveitunar. Það er bara ýmislegt erfitt að gerast á álmörkuðum. En hafi Orkuveitan burði til arðgreiðslna árið 2018? Gefum okkur það. Af hverju er þá ekki frekar horft til þess að létta álögum á borgarbúa? Bæta reksturinn og draga úr álögum. Því að reikninga til borgarbúa fyrir orkukaup hækkuðu nú heldur betur þegar að syrti álinn í Orkuveitunni í framhaldi af hruninu. En við höfum alveg dæmi vatns- og fráveitugjöld sem að hafa hækkað alveg allt upp undir 50% og öll gjöld Orkuveitunar hafa hækkað langt umfram allar verðlagsbreytingar. Þannig að af hverju værum við ekki frekar að horfa til þess að skila einhverju af þessu tilbaka til borgarbúa? Ef hún hefur burði til arðgreiðslna, þá ætti hún að hafa burði til að skila hækkunum tilbaka til borgarbúa sem að tóku á sig auðvitað stóran hluta af rekstrarhagræðingu Orkuveitunar með því að borga miklu meira fyrir hennar þjónustu. Höfðu svo sem engan valkost annan eiginlega heldur en að halda áfram að versla við Orkuveituna. Það á ekkert að vera endalaust hægt, það þarf líka að tala máli skattgreiðenda í þessu samhengi. Það á ekki endalaust að vera hægt að fara í vasa skattgreiðenda til að fjármagna slæma rekstur. Það þarf að fara í útgjaldahlið rekstrarins. Og talandi útgjaldahlið rekstrarins, þá sjáum við ennþá að stöðugildum fjölgar. Ég tók mælinguna frá apríl 2014 til apríl 2015, þá
þá fjölgar stöðugildum 74 eða 1,1%. 74 stöðugildi. Og þessi talning er samkvæmt upplýsingur Reykjavíkurborgar og er tekin árlega hjá öllum sveitarfélögum landsins. Ég hef beitt nokkrum aðferðum við að nálgast stöðugildafjölda. Ég til dæmis reyndi að pikka stöðugildin upp úr fjárhagsáætluninni. Það reyndist ekki að fullu samanburðarhæft. Ég hef fengið út úr stjórnunarkerfinu ClickView, eins og þið kannski munið. Ég fæ aldrei sömu tölur. Stöðugildafjölda hjá Reykjavíkurborg. En heildarmyndin er alltaf svo sama. Fjölgun stöðugilda. Það er alltaf svo heildarmynd sem ég fæ. Þegar ásetningur 2014 var afgreiddur, þá sýndi ég fram á að óútskýrð fjölgun stöðugilda frá 2010 væri 178. Og það komu fram eftir á ákveðnar skýringar á því hvernig þau skiptust og svo framvegis, en heildarmyndin var áfram svo sama. Og er staðfest enn og aftur með þessari þróun hérna, frá 2014 til 2015, stöðugildum fjölgar. Og það virðist engin brems að vera á því hjá Reykjavíkurborg. En ágætu borgarfulltrúar, í greinargerð fjármálaskrifstofu þá kemur fram að á árinu 2015 séu reglubundin útgjöld langt umfram veltufé frá rekstri og fjárfestingatekjur. Og þessi orð eru í fullu samræmi við það sem ég hef hér áður sagt það fjármagn sem að reksturinn skilar í peningum. Og þessi mismunur, það sem vantar á, hann er fjármagnaður með mikilli aukningu, svo ég noti nú orðalag úr skýrslunni, hreinna vaxtaberandi skulda, eins og sjá má í þessari gríðarlega hækkun skulda. Og á árinu 2016 þá að snúa þessu við, ekki að taka meiri lán, þið sjáu þarna 2015 hvað vantar mikið upp í reglubundin útgjöld, að veltufé frá rekstri dugir ekki, fjárfestingatekjur dugar ekki. Fjárfestingatekjur eru þá sala byggingaréttar, sala eigna og gatnagerðargjöld og slíkir þættir. Það dugir ekki, það þarf að taka lán fyrir. En strax á árinu 2016 þá sjáum við í græna veltufé frá rekstri, þetta er úr skýrslu fjármálaskrifstofu. Græna er veltufé frá rekstri og svo koma fjárfestingatekjur og þær eiga að fara yfir og duga vel fyrir reglubundnum útgjöldum og meira en það. Þessar fjárfestingatekjur eiga á árinu 2016 að vera 7,6 milljarðar. Og eins og segir í greinargerð fjármálaskrifstofu þá er fyrri hluti tímabilsins 2016 til 2020 töluvert háður fjárfestingatekjum. Þetta er mjög varfærið orðalag hjá fjármálaskrifstofu en það er gríðarlegur þungi á bakvið það. Töluvert háður fjárfestingatekjum. Já, það segir sér nú sjálft. Maður horfir á þessa mynd að fjárfestingatekjur eru bara að miklu leyti undirstaðan undir það. Gangi þær ekki upp að þá verður að fjármagna mismunum með skuldaaukningu. Aftur segir fjármálaskrifstofa að rekstrarniðurstaða samkvæmt áætlun fyrir A-hluta árið 2016 sé 567 milljónir og því má lítið út að bera til að markmið aðgerðaráætlunar raskist. Lítið út að bera. Aftur varfærið orðalag en mikill þungi. Það er með öðrum orðum verið að segja að það má ekkert klikka. Ekki nokkur skapaðar hlutur í áætlunum til að setja þessa fjárhagsáætlun upp í loft. Á hreinni íslensku er það bara þannig, það má ekkert klikka. Og þegar við skoðum áætlanir fyrir fjárfestingatekjur aftur í tíman, þá má sjá að þær hafa ekki staðist. Við höfum haft lægri fjárfestingatekjur en áætlanir hafa gert ráð fyrir. Enn og aftur vonum við að svo verði ekki, en sagan segir okkur að þessar áætlanir hafa ekki gengið upp. Húsnæðismálin eru svo sérstakur kapítuli og það er ótrúlegt að heyra borgarstjóra fyrir hönd meirihlutans í Reykjavíkurborg lýsa því að ekkert samhengi sé á milli lóðaverðs og endanlegs verðs húseignar. Það er búið að taka hina einföldu formúlu framboð og eftirspurn og sambandi hvað þetta varðar í Reykjavík. Auðvitað er samhengi þarna á milli, það sér hver og einn sem það vill sjá. Með því að halda aftur af sér í lóðaúthlutunum
og svíkja meðal annars íbúa í Úlfarsárdal sem og íþróttafélagi sem þar samþykkti að koma að uppbyggingu í samræmi við upphaflegar áætlanir stærð hverfisins, auðvitað verið að skapa lóðaskort. Þess vegna hækkar lóðaverð og þess vegna hækkar verð íbúðarhúsnæðis. Og allt bitnar þetta fyrst og fremst á ungu fólki sem að þar með einhverjum hætti að koma þaki yfir höfuðið. Skortur á lóðum skapar hærra lóðaverð. Það ýtir upp í verði fasteigna og fasteignamatið hækkar í Reykjavík alltaf 17%, þannig að fasteignagjöld hækka. Enda sjáum við að tekjur af fasteignaskattum eiga að hækka 1,5 milljarða á milli ára. Það er 11% hækkun og vel umfram áætlaða verðlagsþróun. Og allt þetta gerir fólki erfiðara fyrir við að kaupa og eða leigja, því að þetta fer auðvitað beint út í verðlagið. Og þetta gerist á vakt meirihlutans sem að gaf sig út fyrir að ætla að gera mikið í húsnæðismálum. Það er ekkert að gerast í húsnæðismálum hjá meirihlutanum ef við skoðum kosningaloforðin. Hins vegar eru verktakar og félög að byggja, fáu þau lóðir til þess, en þær eru auðvitað af skornum skammti og uppfylla engan veginn þá eftirspurn sem talin er vera næstu árin eftir húsnæði. Þannig stuðlar Reykjavíkurborg að lóðabraski og er stærsti lóðabraskarinn í þessu samhengi. Ég kann svörin ykkar í meirihlutanum. Þá segið þið og hafið sagt, oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, ungt fólk hafi engan áhuga á lóðum. Ungt fólk hafi engan áhuga á lóðum. Það hef ég heyrt ykkur segja, nokkra fulltrúa meirihlutans oftar en einu sinni. Ég segja með svoleiðis svörum að tala niður til ungs fólks sem er í húsnæðisleit. Fleiri lóðir eru lykillinn að fleiri íbúðum. Það að skaffa ekki lóðir í samræmi við þörf þegar fasteignaverð hækkar mikið þýðir auknar álögur á fjölskyldunar. Og þannig er meirihlutinn að sýna vilja til að skattpína þá íbúa sem fyrir eru, en leggur minna upp úr að fá nýja íbúa til að deila byrðunum betur með okkur hinum. Ágæti forseti, ég vil svona hér nokkurn veginn í lokin í fyrri umræðum fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 koma þökkum mínum á framfæri til starfsfólks borgarinnar sem hefur verið tilbúið að svara fyrirspurnum vegna fjárhagsáætlun og tengdra atriða. Við munum auðvitað við síðar umræðu að fara nánar yfir sviðin og væntanlega 5 ára áætlun líka, sem er eins og ég sagði hér sérstaklega næm fyrir ýmiss konar utanaðkomandi breytum. Þegar fjárhagsáætlun fyrir árið 2015 var lögð fram af meirihlutanum fyrir ári síðan, þá átti að ná að uppfylla skuldareglu sveitarstjórnarlaga á árinu 2018 að vera með samstæðu borgarinnar undir 150% skuldahlutfallinu. Það er ljóst að það næst ekki miðað við þessa áætlun frekar en annað sem boðað var í síðustu áætlun. Og fólk hefur spurt mig hvernig stendur á því að skiltið sem var birt eins og umferðarskilti með skuldsettustu sveitarfélögum landsins í einhverjum fjölmiðli á dögunum, af hverju var Reykjavíkurborg ekki á því skilti? Af því að Reykjavíkurborg er með skuldugustu sveitarfélögum á Íslandi. Og það er vegna þess að Reykjavíkurborg er með undanþágu frá skuldareglu sveitarstjórnarlaga vegna orkuveitunar. Með undanþágu. Annars væri Reykjavíkurborg eins og önnur sveitarfélög þarna einna efst á skiltinu. Ágætu borgarfulltrúar, ég verð bara að segja það. Ég er búinn að taka hér frá þætti eins og samskipti við ríkið. Ég er búinn að skoða hér samanburð við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og fara í gegnum þetta allt saman. Og hvað segir þetta manni? Það segir manni það að það er skelfileg staða á rekstri borgarinnar. Það er forgangsröðun fjármuna og þar með verkefni kolröng, því að skorið er niður í grunnþjónustu en gælt við gæluverkefnin og þrátt fyrir aukningu skattekna, því að það er vissilega aukning skattekna þarna umfram annað, að þá versnar rekstur Reykjavíkurborgar með þeim slæmu áhrifum sem að það hefur á möguleika borgarbúa til að fá eðlilega þjónustu, eðlilega grunnþjónustu. Það eru næstum 3 ár til næstu borgarstjórnarkosninga og því langt í að borgarbúa fái tækifæri til að ganga í kjörklefan og gera breytingar á samsetningu borgarstjórnar. Við sitjum uppi með bitlinga meirihluta 4 flokka. Allir fá sitt eða vilja fá sitt
og það kostar skattgreiðendur. Það má ekki rugga bátnum mikið og þar af leiðandi eru erfiðar ákvarðanir ekki teknar í meirihlutanum og spurt jafnvel hvað minnihlutinn ætla að gera í rekstrarhagræðingu. Við þökkum traustið í minnihlutunum en við bendum ykkur á að þið mynduð þennan meirihluta sem er reyndar algjörlega óstarfhæfur þegar kemur að því að taka erfiðar ákvarðanir. Og ágætu borgarfulltrúar, ef að borgin væri fyrirtæki í þeirri stöðu sem útgönguspá fyrir árið 2015 og fjárhagsáætlun árið 2016 lýsa, þá væri hluthafafundur boðaður í skyndi og skipt stjórnendur. Þakka ykkur fyrir gott hljóð. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að fara af sömu hraðferðin í framtíðina og kollega mínir hér, borgarstjóri og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hafa gert með því að nýta sér glærur til að skýra mál sitt. En þetta er skemmtileg nýbreytni sem að hér er svona reiðja sér til rúms og gaman að sjá að það sé verið að beita tækninni til að skýra mál sitt. En við fjöllum nú aðra fjárhagsáætlun meirihluta Samfylkingarinnar Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata. Sveitarfélögin í landinu, þau glíma að mörgu leyti við nokkuð sérkennilega stöðu. Því að í fljótu bragði þá virðast ytri skilyrði vera hagfelld. Samt sem áður eru sveitarfélögin, mörg hver og ekki flest, í þeirri stöðu að þurfa að hagræða verulega. Ekki síst til að mæta miklum launahækkunum sinna starfsmanna á sama tíma og útsvar hefur ekki aukist í fullu samræmi þó að það hafi aukist nokkuð. Aukinn ferðamannastraumur skilar ekki þeim tekjum sem að gera mætti ráð fyrir til sveitarfélagana þó að ríkið njóti nokkur verulegs ábata af því. Ríkisvaldið uppfyllir ekki samninga eins og hér hefur komið fram. Málefni fatlaðs fólks eru vanfjármögnuð og svo mætti lengi telja. Og Reykjavík fer ekki varhluta af þessu og fyrir okkur liggur að hagræða verulega til þess að halda uppi þjónustigi og jafnvel að bæta þjónustu. Og eins og kom fram í prýðilegri en nokkuð stuttri ræðu borgarstjóra er óútfærð hagræðingarkrafa yfirlega 1,7 milljarður króna auk þess sem að 500 milljónir nást með auknum tekjum. Og ljóst að það verður ærið verkefni næstu vikur að koma þessu heim og saman. En þá er bara að gera sitt besta eins og alltaf auðvitað og nota tækifæri til að skoða sinn gang. Hvað er hægt að gera betur, hvað má betur fara, hvernig nýtum við fjármagnið sem best. Þetta er auðvitað eitthvað sem er í stöðugri skoðun en þegar kreppir að er gráð upplagt að kafa djúpt. Hvernig er með úthlutunarlíkun skóla, með hvað hætti framkvæmum við viðhald, er styrkjum úthlutað með bestum hætti, hvernig er velferðarþjónustan okkar framkvæmt, er þörf fyrir vinnuskóla, hvað var miðað við mörg börn í leikskóla og fermetur og starfsmann, er húsnæði borgaranna vel nýtt, af hverju getur frístöðastarf ekki farið fram inn að vekja skólahúsnæðis, hefur að bjóða út matarþjónustu, hvar má hagræða í innkaupum, hvað er nauðsyn og hvað er næs og svo framvegis. Og þetta vekur svona alls kyns spurningar, ég meina hvar eru áhersluna, hvað með lestrarátak eða mun læsi til dæmis ryðja skapandi greinum út úr skólum, það hefur gerst. Það gerist í Bandaríkjunum þegar að læsisátak George W. Bush sem var sett í gang leiddi til þess að skapandi greina, list og verkgreinar fóru að halloka, viljum við það?
kannanir sýna að börnum líður almennt frekar vel í skólum hér í borginni, þannig að eitthvað erum við nú að gera rétt. En spurningin við pössum okkur aðeins á ofríki hins mælanlega eins og ágætur rithöfundur kallaði það í blaðagrein sem að ég las fyrir nokkrum misserum. Því að skapandi greinar eru að mörgu leyti eitt besta tæki sem að við höfum til þess að útrýma misrétti. Sköpunarkraftur spyr ekki kyn, greind, líkamlegt ástand, stétt eða stöðu. Og þetta tólið sem að við eigum markvisst að nota og virkja. Því að sköpunarkraftur það sem að nýtist öllum í starfi, sama hvaða starfi menn gegna. Ef þeir nýta sköpunarkraftin þá njóta þeir starfsins betur. Og það misskilningur að sköpunarkraftur nýtist bara í listir og menningu. Skapandi hugur líklegri til að finna bestu lausnirnar en daufur hugur. Og þó að það sé mikilvægt að mæla, að þá má hið mælanlega ekki beita sköpunin á ofríki. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson fór nokkurn í ræðu sinni gæluverkefni meirihlutans og hann tiltók þarna 2 dæmi, annars vegar að lýðræði væri dýrt og hins vegar að borgin væri áköf í að miðla upplýsingum. Önnur gæluverkefni nefndi borgarfulltrúin ekki, kannski á hann þarna við rekstur leikskóla, tómstundastarf barna og ungmenna, frístundastund fatlaðra ungmenna, þjónustu við utangarðsfólk, stuðning við menningarstarf, þjónustusamningu við 18 tónlistarskóla eða hvað. Þarna voru orðin stór en dæmin fá þegar að gagnrýna á forgangsröðun meirihlutans. Borgarfulltrúin tiltók heilar meintar 35 milljónir. Það var dæmi sem hann gat tekið meinta sóun í þá lýðræðis í borginni. Hann reyndar nú talan lægri ef ég mann rétt og ég gera það fyrir að borgarfulltrúi Halldór Röðar Svansson muni leiðrétta það í ræðu sinni hér á eftir. Auk þess heyrðist mér að borgarfulltrúin Halldór Halldórsson væri hér að hvetja til þess að aftur væri horfið til þeirrar útþenslustefnu borgarinnar sem að hér ríkti allt og langa hríð. Það eru vondar fréttir. Ég var að vona að Sjálfstæðisflokkurinn í borgarstjórn hefði séð, það sem eiginlega allir aðrir hafa séð, að þétting borgarinnar og svo stefnubreyting að hætta að þenja hana út í jarana sé langbesta leiðin til að auka gæði borgarumhverfisins. Þetta næstum því eins og afneita hlýnun jarðar. Og svo sagt að við séum að tala niður til ungs fólks vegna þess að við viljum ekki brjóta nýtt land í öðrum borgarinnar og bjóða þar upp á ódýrar lóðir. Þetta ótrúlega afturhaldssamur málflutningur. En aftur að fjárhagnum. Samstaða borgarinnar stendur þrátt fyrir allt vel og þar skiptir auðvitað miklu hversu vel hefur tekist til við að rétta fjárhag Orkuveitu Reykjavíkur. Það er ánægjulegt að fylgjast með þeim viðsnúningi sem orðið hefur á rekstri þess fyrirtækis og ástæða til að þakka stjórnendum og starfsfólki fyrir góðan árangur og ekki síður borgarbúum sem að vissulega hafa tekið á sig aukna byrðar. En svo má alltaf spyrja sig hvað eðlilegt að greiða fyrir þá þjónustu sem þannig verið að veita. Og auðvitað bara verið að gera ráð fyrir ákveðinni lágmarksarðsemi af miðlum fyrirtækisins. En það verður auðvitað að segjast að grunnur þessa árangurs mjög ákveðin og fumlaus viðbrögð fyrir meirihluta hér í borgarstjórn sem samþykkti umfangsmikla björgunaráætlun sem við þekkjum sem planið. Hugsunin á bak við planið skilaði í frábærum árangri og nú tækifæri til að beita sömu aðferðum til að halda öðrum þáttum í rekstri borgarinnar innan þeirra marka sem pólitískar ákvarðanir og ytri skilyrði krefjast. En að öðru, mér hefur verið falið hér af félögum mínum í meirihlutanum eða átvitahópi að fara nokkrum orðum um fjárfestingaráætlun sem auðvitað mikilvægt tól hér í rekstri borgarinnar og hlutur sem að fólk hefur áhuga á. Frá því að meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar tók við stjórnartaumunum 2010 þá hefur Reykjavíkurborg haft á stefnu að halda uppi öflugu framkvæmdastigi með
með skilvirkri fjárfestingastefnu og því hefur verið haldið áfram af núverandi meirihluta. Við forgangsröðun fjárfestingarna hefur verið litið til þess að þær skapi sem flest störf en leiði af sér sem minnstan aukinn rekstrarkostnað og gagnist sem flestum. Málaflokkarnir, fagsviðin og fagráðin hafa gert sett fram sínar tillögur og óskir fjárfestingar og forgangsröðun og síðan hefur það verið borgarstjórnar og borgarstjóra að leggja fram áætlun hina endanlegu fjárfestingu. Frumvarpið sem nú lagt fram að fjárfestingum ber þess reyndar merki að það reynt eftir föngum að draga úr fjárfestingum. Því að í núverandi ástandi þegar hinn svonefndu hjól atvinnulífsins, hérna myndu einhverjir geta gert gæsalappir, eru komin að stað, þá rétt að opinberar aðilar dragi heldur úr þenslukvetjandi aðgerðum. En það nokkuð snúið að draga mjög skart úr fjárfestingu sem farið á stað með. Mörg verkefni taka yfir mörg ár og getur verið kostnaðarsamt og í mörgum tilvikum illmögulegt að hætta alfarið við þau verkefni sem þegar byrjað á eða hægja verulega á framkvæmdahraða. Þegar að litið yfir fjárfestingar í fasteignum sést að nánast engin ný verkefni eru sett af stað og þeim verkefnum sem voru á undirbúningsstigi ýtt aftar í áætluninni og eins hægt á verkefnum. Það til þess að draga úr fjárfestingum þegar svona sérstaklega þegar miðað við hugmyndir málaflokkana sínar þarfir. Og hvað varðar stofnfjárfestingar í gatnaframkvæmdum þá Reykjavíkurborg þar að stórum hluta framkvæma í tengslum við aðra uppbyggingu á vegum einkaaðila. Þær framkvæmdir skila Reykjavíkurborg á móti tekjum í gatnagerðargjöldum og þegar framleiðast undir fasteignagjöldum og margvíslegum öðrum afleiddum ávinningi. Það má segja að þessi tenging dragi einnig nokkuð úr áhættu borgarana af að fjárfesta í hverfum sem að síðan byggjast ekki upp. Og það ekki farið af stað með gatnagerð á þessum svæðum eða fyrirsjáanlegt sé að minnsta kosti 70% fyrirhugaðar uppbyggingar fara af stað. En að öðru leyti að ræða fjárfestingar til fegrunar og eflingar almenningssamgangna, hjólreiðaáætlun, en flestar þessar fjárfestingar eru til þess gerðar að auka sjálfbærni í borginni og stuðla minni losun gróðurhúsalofttegunda og að þær gagnist sem flestum. Heildarfjárfestingin áætluð ríflega 9,2 milljarðar og skipt í fjárfestingar í fasteignum sem 3,9 milljarðar rúmir og aðrar fjárfestingar sem 600 milljónir og fjárfestingar í götum sem 3,7 milljarðar. Frá þessari heildarfjárfestingu dragast áætlaðar tekjur af gatnagerðargjöldum 4,2 milljarðar rúmir. Þannig að fjárfestingin eftir að tekið hefur verið tillit til gatnagerðargjalda 5 milljarðar. Og það gert ráð fyrir að fjármagna alltaf 40% af þessari upphæð með lánsfé 2 milljarða. Það var ákveðið að endurskoða verklag við Betri Reykjavík þannig að íbúakosning framkvæmdir í hverfum hún verður nú færð til þannig að betri tími gefist til undirbúnings þeirra framkvæmda sem að kosið verður og því ekki framkvæmt sérstaklega í því verkefni í sumar. Kosningar, hugmyndasöfnun fer fram nú í haust. Á menningar- og ferðamálasviði stærsta einstaka framkvæmdin viðbygging við Grófarhús en sem Borgarbókasafni, þar nauðsynlegt að fylgja uppbyggingu á nærliggjandi lóð en að öðru leyti gert ráð fyrir að hægja á þeim framkvæmdum. Annað stórt verkefni sem tengist menningar- og ferðamálasviði auðvitað menningarmiðstöð í Úlfarsárdal sem inn á 5 ára áætlun.
en íbúar þar eru náttúrulega orðnir óþreyju fullir eftir uppbyggingu. Á skóla- og frístundasviði að samanskapi stærsta framkvæmdin í Ólafsdalnum, uppbygging skóla þar og þar á eftir Klettaskóli í Öskjuhlíðinni, gríðarlega umfangsmikil og brýn framkvæmd sem auðvitað þarf að klára sem allra fyrst. Viðbygging við Vesturbæjarskóla hafin á fullum krafti og síðan haldið áfram með endurgerð skóla- og leikskólalóða en þar aðeins hægt á því sem að miða við síðustu ár. Íþrótta- og tómstundasvið, þar stærsta framkvæmdin Sundhöllin í Reykjavík sem ágætis dæmi verkefni sem að myndi vera kostnaðarsamt að fresta. Framkvæmdir í fjölskyldu- og húsdýragarðinum hins vegar færðar aðeins til aftar í 5 ára áætlun og eins framkvæmdir í Laugardalshöll. Það unnið að heildaryfirliti yfir óskir og þarfir íþróttafélagana í heild sinni, en því miður ljóst að væntingar í þessum málaflokki eru miklar og ekki verður unnt að koma til móts við allar óskir þar. En það verður leitast við að sinna albrýnustu fjárfestingum í þessum geira á næstu árum. Og meðal annars þarf hugsanlega að skoða breytingar á áætlunum næstu ára í tengslum við mikla umræðu ástand á gervigrasvöllum félagana. Hvað varðar velferðarsvið, þá fyrst og fremst hugað að áframhaldandi uppbyggingu búsettukjarna. Töluvert há upphæð fer til viðhalds eða því sem kallaði meiri háttar viðhaldsframkvæmdir. Hins vegar í 5 ára áætlun gert ráð fyrir að draga úr þessum svokölluðu meiri háttar viðhaldsframkvæmdum þar sem að svigrúm muni skapast í rekstrinum til að auka hefðbundið gjaldfært viðhald. Fjárfestingar í áhaldum og tækjum að stofni til í upplýsingatækni, bæði í hugbúnaði og tækjabúnaði og hér verið að leggja áherslu á frekari rafræna stjórnsýslu en það ljóst að þar eru mikil tækifæri til sparnaðar í framtíðinni. Hérna kemur einnig inn nýr liður en sem endurnýjun götulýsingar í borginni. En Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir því að endurnýja alla götulýsingu í ljósastöðum og einhverju leyti líka endurnýja staurana. Lýsingin úrelt og margir staurar farnir að tærast. Þarna verið að vinna í samræmi við reglur sem að gilda á Evrópska efnahagssvæðinu. En hér skapast leið gríðarlegt tækifæri til að hefja svokallaða snjallvæðingu borgarinnar með markvissum hætti. Því að ljósastaurar og perur geta gegnt fjölþættara hlutverkin að vera bara þarna og lýsa í myrkri. Það hægt að búa þannig hnútana að þessir bæði þeir staurarnir og þær perurnar geti aflað og miðlað upplýsingu til vegfarenda og fyrstu skrefin verða stigin í markvissin snjallvæðingu nú á næstunni á ég von á sem mun auka hagkvæmni í rekstri borgarinnar og fjölmörgum sviðum. Þessi þróun verður að því ég held og flestir telja að þetta verði mjög hröð þróun á næstu árum og borgarbúar og gestir muni njóta þess á margvíslegan hátt. Ágætis dæmi, lítið tiltölulega ódýrt dæmi eru skynjarar í bílastæðum sem hefur verið rætt að koma fyrir miðborginni þar sem gerir það að verkum að ökumenn geti með einföldum hætti fengið hratt og örugglega yfirsýn yfir hvar mögulegt að leggja bíl og þá eru auðvitað miklu möguleika varðandi sparnað á orku og fleiri þætti í þessu. En snjallvæðing borgarinnar mjög mikilvægt umhverfismál og hjálpar okkur að vinna gegn meðal annars loftslagsmengun. Helstu fjárfestingar sem að tengjast götum eru forgangsakreinar strætó. Nú liggur fyrir áætlun forgangsakreinar og unnið að deiliskipulagsbreytingum vegna þeirra. En forgangsakreinar hjálpa
eru gríðarlega mikilvægar fyrir almenningssamgöngur og eru þess vegna hluti af áætlunum að auka hlut almenningssamgangna í ferðum borgarbúa og gesta. Þessar forgangsreinar þær stytta ferðatíma og spara auk þess verulega fjármuni við rekstur vagna. Og í hvað varðar götur og samgöngur og þá hjólreiðaáætlun og endurbætur og gönguleiðum auðvitað gríðar mikilvægur þáttur. En þetta stuðlar allt að umhverfisvænni og heilsusamlegri borg. Fleira sem má nefna í þessu samhengi eru gönguleiðir skólabarna sem eru ætlað að auka öryggi. En í gatnaframkvæmdum þá eru áherslur mjög grænar og það er jákvætt að það skuli vera svona einhugur það. Varðandi framkvæmdir í miðborginni þá er rétt að geta þess að það er unnið að endurgerð Smiðjustígs og Hafnarstrætis og eins er gert ráð fyrir að endurgera Geirsgötu, en þetta eru allt framkvæmdir á vegum borgarinnar í tengslum við uppbyggingu. Endurgerð torga ásamt endurgerð Frakkastígs hefur hins vegar verið ýtt aftar í framkvæmdaröðinni ásamt lokakafla Hverfisgötu, en þar er verið að þetta er í sjálfu sér gert til þess að lækka heildarfjárfestinguna. Í gatnahlutanum er síðan gert ráð fyrir að helmingur fyrirhugaðrar fjárfestingar verði í nýbyggingahverfum í Vogabyggð, Úlfarsárdal og Hlíðarenda og einnig að hafist verði handa í Elliðavogi. En það er nú að hefjast vinna við deiliskipulag byggt á samkeppni rammaskipulag sem lauk á þessu ári. Þarna er ég að sjálfsögða að tala um 5 ára áætlun. Áætlun í nýbyggingahverfum gæti tekið nokkrum breytingum en sum svæðin er ennþá nokkur óvissa og þá er ég helst að tala um Hlíðarendasvæðið þar sem að ríki hefur ekki enn staðið við gerða samninga lokun þriðjubrautarinnar. En eins og áður segir þá tengist áætlun nýbyggingahverfa tekjuáætlun gatnagerðargjalda, svo ef að dregur úr fjárfestingum á þessum svæðum að þá má gera ráð fyrir minni tekjum af gatnagerðargjöldum og til framtíðar þá auðvitað myndi borgin missa miklum tekjum í fasteignagjöldum. Og það er í sjálfu sér þarna höfum við auðvitað hagsmuni af því að framkvæmdir sem að búið er ákveðið að fara í drægist ekki of. Varðandi sölu eigna sem að gert er ráð fyrir að skili liðlega 620 milljóna króna hagnaði á árinu að þá er gert meðal annars ráð fyrir að selja Síðumúla 39 sem að hýsti til skamstíma þjónustumiðstöð fyrir íbúa Laugardals og Háaleitis, en svo starfsemi hefur nú verið færð í hús Ríkisútvarpsins í Efstaleiti. Það eru uppi áform að selja hlutabyggingum í Gufunesi sem áður hýstu áburðarverksmiðju, en Reykjavíkurborg hefur festi kaup á því húsnæði áburðarverksmiðjunnar fyrir 10-12 árum og síðan eignaðist borgin landið þar ásamt Geldinganesi, keypti það af höfnunum, Faxaflóahöfnum og styrkti í sjálfu sér stöðu sína til að skipuleggja þetta svæði til framtíðar. En sú starfsemi sem er á svæðinu þarna núna er víkjandi og gert ráð fyrir að hún verði í sjálfu sér orðin nokkuð önnur 2030. Og það er gert ráð fyrir að selja Allians húsið sem stendur við Grandagarð 2, stundur kallað Ellingsen húsið líka, en það var keypt ásamt lóðaréttindum 2012 og þar skapaðist einstakt tækifæri til þess að skipuleggja lóðina betur, auk þess sem er búið að gera húsið upp af myndugleik. Og þá er ónefnt farsóttarhúsið að Þingholtsstræti 25, þar var lengi rekið gistiskýli fyrir útigangsmenn eða frá árinu 1970. Það var flutt í mun betra og heppilegra húsnæði, svo starfsemi, og því liggur fyrir að selja þetta sögufræga hús,
en þar unnið að breytingu á deiliskipulagi og þetta verður auglýst til sölu leið og það liggur fyrir. Nú, hér auðvitað ekki taldar upp allar eignir, heldur aðeins svona stiklað á stóru í þessu. Varðandi sölu bingaréttara þá gert ráð fyrir að hann nemi tæplega 2,4 milljörðum og þarna eru helmingur vegna sölu á bingarétt fyrir atvinnuhúsnæði, lóðir í Gylfaflöt við Hádegismóa, Lambhaveg, Mjódd, Suðurlandsbraut og Hólmsheiði og flestar þessar lóðir er búið að gera deiliskipulag eða í vinnslu, þannig að þetta á nú að vera raunhæft mat og einnig erum við að sjá fyrir okkur að deiliskipulag á Kirkjusandi, það tilbúið til auglýsingar. Þar rís Blöndubyggð og svo fyrrnefnd uppbygging í Vogabyggð. Það gert ráð fyrir að gatnagerðargjöld verði innheimt fyrir rúmlega 4,2 milljarða og þar já. En það auðvitað ljóst að það mikil uppbygging framundan í Reykjavík og morgun ljóst að höfuðborgin gegnir lykilhlutverki í hagvexti landsins og einn mikilvægasti drifkrafturinn í hagvextinum. Og fjárfestingar Reykjavíkurborgar auðvitað mjög lítill hluti í þessu heildarsamhengi. En borgin hefur reynt að ná aukinni yfirsýn yfir allar framkvæmdir einkaaðila og reynir eftir föngum að vera í góðu samstarfi við þá sem að standa að uppbyggingu, sem á greiningardeildir ýmsar til þess að ná þessari heildar yfirsýn. En það mikilvægt að allir leggist á eitt til þess að áætlanir gangi eftir og eins að bregðast við ef að koma upp ófyrirséðar aðstæður eins og vegna minja, hvort sem að þær eru nýlegar eða fornar, nýminjar og fornminjar eða einhverjar aðrar orsakir sem að kunna að tefja framkvæmdir. En það mikilvægt að allir aðilar komi saman og bregðist við með fumlausum og skjótum hætti því að tafir eru auðvitað kostnaðarsamar og hafa töluverð áhrif. Nú, forseti, ágætu borgarfulltrúar, eins og kom fram í prýðisgóðri ræðu en stuttri borgarstjóra þá Reykjavík sá staður sem hagstæðast fyrir fjölskyldufólk að búa á. Í Reykjavík þá er forgangsraðað í þágu fjölskyldna. Það er forgangsraðað í þágu sköpunarkrafts og það er forgangsraðað í þágu nútíðar og framtíðar. Reykjavík er spennandi staður sem að fólk vill búa á og ekki síður heimsækja. Og með síauknum áhuga gesta þá þarf að huga að samskiptum og samspili gesta og íbúa. Og í miðborginni þá þessi verkefni orðin fyrirferðarmikil og í fleiri hverfum borgarinnar mun ásókn aukast. Þetta eitt nærtækasta dæmið tækifæri sem jafnframt felur í sér mikla áskorun. Þannig það með ýmislegt í rekstri þessara borgar en þetta svona hálfgert lúxusvandamál. Það væri sérkennilegt að væla yfir vinsældum en við þurfum að finna leiðir til þess að skapa jafnvægi milli þeirra þjónustu sem við veitum og tekna sem að koma inn að þessari þjónustu. Ég vil að lokum þakka starfsfólki borgarinnar kærlega fyrir þá miklu vinnu sem hefur farið í gerð fjárhagsáætlunarinnar. Áætlunin nú unnin á mun lengri tíma en áður. Við byrjum eiginlega strax aftur í janúar að undirbúa áætlun næsta árs
og erum í sjálfu sér byrjuð nú þegar. Og af því tilefni vil ég sérstaklega þakka starfsfólki fjármálaskrifstofu fyrir sitt góða starf og þau hafa komið því svo fyrir að það líður ekki svo vika í starfi borgarinnar lengur að þau sé ekki ofarlega í hugum okkar og það er auðvitað mjög gott mál. En ég segi bara Reykjavík er málið og burtséð frá öllum bölbænum þá erum við vissulega í nokkuð snúinni stöðu en við höfum góða og skynsamlega áætlun til að bregðast við tímabundnum erfiðleikum og það munum við gera saman. Takk fyrir kærlega. Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá tekur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi næst til máls. Forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Nú hafa nokkrir borgarfulltrúar farið yfir fjárhagsáætlun og 5 ára áætlunina. Borgarstjóri fór vel yfir þetta sem við fengum afhent á fimmtudaginn og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur nú alveg lýst því hvernig reksturinn hefur gengið síðustu árin og borgarfulltrúi Björn Blöndal farið yfir fjárfestingarnar, þannig ég ætla nú ekki að endurtaka það, ekki mikið að minnsta kosti sem hér hefur verið sagt. En það er gert ráð fyrir að í fjárhagsáætlun og 5 ára áætlunni verði algjör viðsnúningur í rekstri borgarinnar. Við vitum það að útkomuspáin núna 2015, hún lofar ekki góðu, þannig að vonandi tekst þetta, en það á ennþá eftir að hagræða töluvert til þess að þetta gangi allt saman upp. Eins og við vitum að þá er markmið fjárhagsáætlunar og 5 ára áætlunar að grunnrekstur A-hluta verði sjálfbær. En með því skapast þá svigrúm til fjárfestinga og dregið verður úr þörf fyrir skuldsetningu. Til að það gangi upp þarf að hagræða, það þarf að spara, það þarf að draga úr launakostnaði og öðrum rekstrarkostnaði. Það er gert ráð fyrir því að rekstrarniðurstaða aðalsjóðs verði neikvæð á árinu 2016 með sömu þróun til ársins 2020. Þrátt fyrir þær aðgerðir sem gert ráð fyrir í frumvarpinu þá kemst ekki jafnvægi á rekstur aðalsjóðs. Viðvarandi hallarekstur aðalsjóðs er áhyggjuefni. Útgjöld, skatttekjur og þjónustutekjur standa ekki undir útgjöldum í málaflokkunum miðað við hvernig aðalsjóðurinn hefur verið rekinn. Og við vitum það að í A-hlutanum er halli aðalsjóðs veginn upp með batnandi afkomu eignasjóðs. Það er gert ráð fyrir því að hagræðingarkrafan verði útfærð milli umræðna eins og ég sagði áðan og það þarf að leggja töluvert í þá vinnu og finna hvernig það á að vera gert. Í aðgerðaáætlunni er sett markmið að rekstrarniðurstaða A-hluta verði jákvæð allt tímabilið 2016 til 2020 en rekstrarniðurstaðan er mjög viðkvæm fyrir þróun innri og ytri óvissuþátta þessi ár, það er að segja árið 2016 til 2017. Þessi ár er niðurstaðan jafnframt borin upp í töluverðum mæli af tekjum og söluhagnaði, það er að segja sölu byggingaréttar sem er gert ráð fyrir 2,4 milljörðum og öðrum eignaskiptatekjum en sala eigna er gert ráð fyrir 620 milljónum og tekjur af gatnagerðargjöldum verði 44,2 milljarðar. Á blaðsíðu 10 í greinargerð með fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun kemur fram, með leyfi forseta, árið 2016 snýst þessu þróun við en þá er gert ráð fyrir stórauknum fjárfestingartekjum sem nema alls 7,6 milljörðum króna og eru umfram veltu fjárframrekstri. Fyrir hluti tímabilsins 2016 til 2020 eru rekstrarniðurstaða og sjóðstreymi A-hluta töluvert háð fjárfestingartekjum en árið 2016 er rekstrarniðurstaða A-hluta til að mynda 567 milljarðar króna og því má lítið út að bera
til að markmið aðgerðar áætlunar raskist, tilvitnun lýkur. Þannig að það má lítið út af bera. Það verður við að hafa í huga og hvernig við höfum bregðast ef að svo fer. Það hlýtur að vera markmiðið að koma aðalsjóði á núllið. Fyrr en það tekst, þá hefur ekki tekist að taka til í rekstrinum. Það er gert ráð fyrir því í áætluninni að aðalsjóður verði rúma 5,7 milljarða í mínus á árinu 2016, en eignarsjóðurinn í 6,2 milljörðum í plús. Þannig að það er eignarsjóðurinn sem heldur aðalsjóðnum uppi eins og venjulega, og hvað hefur það í för með sér? Jú, það hefur það í för með sér að það er ekki hægt að viðhalda eignum borgarinnar með þeim hætti sem vera ber. Það verður að forgangsröða fjármunum þegar fjárhagsstaðan er með þessum hætti. Það verður að forgangsröða í þágu grunnþjónustunar, skóla og velferðarmála og grunnþjónustu við aldra og fatlaða í borginni. Við vitum það að bara núna í september, byrjun september, var ekki til peningur til þess að taka inn 60 börn fædd í mars 2014, en það kostaði 42 milljónir á ársgrundvelli. Í lok sumars voru peningarnir búnir í stuðningsþjónustunni og það var þriðjungur á biðlista og það vantaði 208 milljónir upp á. Þetta eru verkefni sem skipta máli. Þetta eru forgangsverkefni sem við verðum að huga að. Og eins og ég sagði áðan að meðan eignarsjóðurinn er að halda aðalsjóði uppi, þá hefur það þær afleiðingar að eignarsjóður nær ekki sinna hlutverki sínu meðal annars að viðhalda eignum borgarinnar. Það verður að hagræða, það verður að draga úr launakostnaði og launakostnaður er núna 55% af tekjum borgarinnar. En þrátt fyrir það, þá fjölgar stöðugildum. Og þetta er eitthvað sem þarf að skoða á milli umræðina þegar það er tekið til skoðunar hvernig að hagræða í rekstrinum. Samstæðan er í plús og þar er það aðallega Orkuveitan sem heldur þessu uppi og félagsbústaðir. En eins og við vitum að það er staða og rekstur Orkuveitunnar sem hefur umtalsverð áhrif á fjárhagsstöðu samsteypunnar þar sem efnahagur Orkuveitunnar nemur 60% heildarefnahag. Borgin treystir Orkuveituna. Borgin treystir því að arðgreiðslur byrja að berast frá Orkuveitunni árinu 2018. Þegar arðgreiðslurnar byrja að berast, þá verður allt í góðu lagi. En það má ekki hugsa þannig. Og við verðum líka að huga því að útsvar er í toppi í Reykjavík og við Reykvíkingar, við erum búin að bera byrðum okkar skuldir Orkuveitunnar með hækkandi gjöldum sem að við höfum verið að greiða til Orkuveitunnar. Og það er ekki eðlilegt að við borgarbúar fáum það ekki neitt að því tilbaka. Það þarf að lækka reikninga almennings sem tóku á sig auknar byrðar hjá Orkuveitunni. Ég vil þakka starfsfólki borgarinnar, sviðum og ráðum þessa vinnu og ég vil ítreka að takmarkinu verður ekki náð fyrr en að við erum komin með aðalsjóðinn á núll. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka fjármálaskrifstofu og starfsfólki borgarinnar og öllum þeim sem koma að fjármáli og bara almennt að forgangsröðun borgarinnar, verkefnum og fjármunum fyrir óeigingjarnt starf í þágu þess plaggs sem nú hefur verið lagt fram hér. En hér höfum við hér gefur að líta frumvarp að fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir árið 2015 og 5 ára áætlun fram til ársins 2020. Félagar mínir í meirihlutanum hafa gert ágætlega grein fyrir þessu efnislega. Háttvirtur borgarstjóri fór yfir rekstur A og B-hluta og Björn Blöndal borgarfulltrúi fór yfir framkvæmdaáætlunina. Sjálf mun ég því ekki hafa þetta langt hér í dag.
Ég hef litlu við að bæta svona í fyrri umræðu en mun leggja pólitískari línur þegar að við samþykkjum endanlega áætlun í byrjun desember, enda eiga væntanlega talsverðar breytingar eftir að eiga sér stað fram að því. Ég verð þó aðeins að leggja orð í belg, sér í lagi eftir ræðu Halldórs Halldórssonar borgarfulltrúa, en sá borgarfulltrúi sem jafnframt formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og ætti þess vegna að hafa ágætan skilning á stöðu borgarinnar í ljósi þess, en undir hans forystu hafa verið gerðir nauðsynlegir og ágætir kjarasamningar sem hafa kostað sveitarfélögin í landinu skildingin. Ég sé ekki eftir þeim peningum, en mér finnst ekkert sérstaklega sanngjarnt að fá á mig skammir fyrir ábyrgðarleysi við slíkar aðstæður og úr þeirri átt. Enn síður finnst mér viðeigandi að borgarfulltrúi tali meirihluta borgarstjórnar sem óstarfhæfan bitlinga meirihluta sem einblíni fyrst og fremst á gæluverkefni. Ekki bara gera slík stóryrði lítið úr okkur hér á vettvangi borgarstjórnar, heldur þessi lýsing beinlínis röng. Meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata þvert á móti hópur fólk sem leggur sig fram að vinna í sátt og samlyndi að því að reka Reykjavíkurborg með ábyrgum hætti. Við höfum verið og við erum ennþá að því að vinna að því að aðlaga reksturinn að breyttu kjaraumhverfi og breyttum aðstæðum í samfélaginu. Við erum að vinna að því að tryggja hér áframhaldandi gott og öflugt starfsumhverfi og að þjónusta borgarinnar verði eins góð og hugsast getur. Áherslur okkar snúa að fagstarfi í leikskólum, að grunnskólum og frístundaheimilum, að velferðarkerfið sé traust og til staðar fyrir alla borgarbúa, að borgin haldi áfram að þéttast með tilheyrandi áhrifum og samgönguhætti, losun gróðurhúsalofttegunda og grósku í mannlífi á götum og í opinberu rými. Þess vegna þurfum við líka að leggja áherslu á aukin lýðræði, aukin og efld mannréttindi og að styrkja við blómstrandi menningarlíf, bæði í þágu Íslendinga og þeirra sem að hingað koma. Meint gæluverkefni meirihlutans snúast það sem að meirihlutinn var myndaður friðsælt, réttlátt og frjálslynt samfélag þar sem allir sitja við sama borð og lúta sömu leikreglum, virðingu fyrir öllu fólki, fyrir komandi kynslóðum og náttúrunni, og verkefnin snúast ekki síst að það sé ekki bara okkar vilji sem gildi, heldur viljum við efla lýðræðið. Það kann að vera að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Halldór Halldórsson eigi erfitt með að skilja þessi verkefni sem mikilvæg og í þágu samfélagsins og Reykvíkinga. Það verður að hafa það. Þetta eru þær áherslur sem lagt var upp með þegar að meirihlutinn var myndaður. Þetta eru áherslur sem við trúum að komi til með að gera gagn fyrir alla Reykvíkinga og að þeim munum við vinna. Í þessari fjárhagsáætlunargerð og í öðrum þeim fjárhagsáætlunum sem við eigum eftir að leggja fram hér sem meirihluti. Ég stolt af því að vera hluti af meirihluta sem að tekur á þessum málum með ábyrgum hætti og ég vildi óska þess að borgarfulltrúar minnihlutans og þá sérstaklega Sjálfstæðisflokksins lagði okkur meira lið í þeirri vinnu sem að við höfum verið að vinna og framundan og vonast svo sem til að svo verði. Öðru leyti vil ég ítreka þakkir til þeirra sem komið hafa að gerð þessarar áætlunar, samstarfsfólks míns í meirihlutanum, annarra úr minnihlutanum svo sem líka og hlakka til að halda áfram að aðlaga þetta plagg að því sem að endanlega verið samþykkt hér í byrjun desember. Það borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Þetta í fyrsta sinn á minni ævi sem að ég tek þátt í fyrri umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Ég var fjarverandi í fyrra og félagi minn, borgarfulltrúinn Þórgnýr Thóródsen, tók þann bolta fyrir mig. Borgarstjóri hefur farið ágætlega yfir stóru línunar og eins og aðrir hafa bent á ýmislegt útfært, sérstaklega hvað varðar hagræðingaraðgerðir. Það eru tölur en nánar útfærsla bíður síðari umræðu, verður útfært milli umræðina. En það nú ekki þar með sagt að það hefði engin vinna verið unnin í því, það nú síður en svo. Það hefur verið fundað stíft og
Sérstaklega skóla- og frístundasvið hefur sett fram mjög metnaðarfullar hugmyndir hagræðingu og sem að geti orðið öðrum og verður væntanlega öðrum sviðum fyrirmynd, og það hefur verið leitað samstarfs víða og fulltrúar allra flokka í borgarráði hafa til dæmis haldið starfsdaga og ýmsu verið velt upp. Þetta allt einfaldlega á því stigi að þá bara eftir að velja út hvað nógu sársaukalaust og hvað nógu skynsamlegt til að rata á blað. En þannig að við skulum og verðum bara að vona það að þessar metnaðarfullu hugmyndir viðsnúning í rekstri nái fram að ganga. Það er mjög mikilvægt og allir sammála það. Og þó svo að það megi fara, og eins og hefur verið gert kannski hér, fara aðeins ofan í ástæður þess að við erum með hallarestur og svo framvegis, það er kannski ekki aðalatriðið. Aðalatriðið staðan sem að maður stendur frammi fyrir og hvað gert í henni. Já, á þessum tíma mínum hér í borgarstjórn hefur maður verið að læra ýmislegt og upplifa eitthvað og læra bæði hvernig kerfið hér virkar, hvernig kúltúrin virkar og svona hvernig samskiptin og hvernig pólitíkin Hún stundum góð og stundum slæm, stundum við vitiðinni og stundum ekki. Og svo eru svona frasar sem að mér finnst mikið viti og beitta mismiklu viti. Sumir ansi staðlaðir og merkingarlitlir. Eitt af því eru þessi svokölluðu gæluverkefni. Venjulega er það notað í því samhengi að það eitthvað sem að kostar einhverja 20 milljóna fáeina og eitthvað sem að algjörlega tilgangslaust og ekki hluti af grunnrekstrinum og eitthvað sem að ég, sá sem talar gagnrýni gæluverkir manna, eitthvað sem ég myndi nú aldrei standa fyrir. Af því að ég myndi bara vera í grunnrekstri. Það þarf að forgangsraða í þágu grunnrekstarins. Og við erum að missa hérna mikilvæg verkefni á því út af þessu verkefni. Borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson taldi nú ekki upp mikið í því samhengi. Hann nefndi nú eiginlega aðalega fyrst og fremst ráðið þar sem að ég veit í formennsku. Nefndi þar alltaf 35 milljónir. Það er mér skylda eiginlega að útskýra það og leiðrétta og vísa aft til aukafundar í borgarráði sem við heldum á laugardaginn þar sem að fara ítarlega yfir þetta. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson fylgdist þar eða hlustaði nógu vel á mínar útskýringar og útlistanir. Við getum kannski rætt það á eftir líka. Hann er líka frjálst að senda mér póst til að fara yfir þessar tölur eða hvernig sem að hann vill ræða það og fá á hreint. Og ég vil náttúrulega í fyrsta lagi nefna að þetta er frumvarp, þetta er ekki lokakostnaður. Ég held að eðlilegra væri kannski að miða við kostnað sem að fram hefur komið á þessu ári til að sjá rauntölur. En rétt tala sem sé að kostnaður fyrir ráðið á þessu ári, launakostnaður verður 17 milljónir. Annar kostnaður kannski 100.000. Fjármálasviðið var að áætla þetta mjög ríflega út frá öðrum sviðum, öðrum ráðum. Var að reikna þarna inn í aðkeypta vinnu og ferðakostnað sem að hefur verið mjög lítið í okkar ráði. Og eins og ég segi, þetta hefur allt komið fram. Þarna líka greinilega lagt við kostnaður við þennan erindreka gagnsæðis og samráðs. Laun hans kostaði 10 milljónir á ársgrundvelli. Þetta auðvitað starfsmaður ráðsins en líka starfsmaður skrifstofa borgarstjóra og borgarritara og sinnir þar ýmsum verkefnum. Og það hluti af meirihluta sáttmálanum og hluti af áherslum Pírata, kannski sérstaklega að stofna slíkt embætti. Það má alveg gera lítið úr störfum viðkomandi og kalla þetta geiluverkefni ef fólk vill. Það er þá bara skoðun. Ég er ósammála henni. Gæluverkefni, stundum hefur tilfærsla á styttum verið kölluð gæluverkefni, að það sé svo asnalegt.
Ég heyrði það til dæmis í útvarpi Sögu fyrir ekki þá löngu. Það var fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem að tala tilfærslu á styttu. Eina tilfærslan á styttum sem að ég man eftir á þessu kjörtímabili er tilfærslan á styttunni á Einari Benediktssyni sem að núna er komin á Höfða. Það er tillaga sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarráði lögðu fram og var samþykkt. Það tekja ágætlega í þetta. Heildarkostnaður við þetta er 15 milljónir sem að er svipað og launakostnaður fyrir stjórnkerfis- og lýðræðisráð verður á næsta ári. Vegna þess að mínu frumkvæði hefur það verið fært úr flokki 1 niður í flokk 2 til að minnka launakostnaðinn og þegar ég taldi eðlilegt að þetta heima í flokki 2. Það má reyndar nefna að helmingurinn af kostnaðinum við þessa styttu tilfærslu var fjármagnaður af einkaaðilum sem að höfðu frumkvæði að þessari hugmynd, en það kannski breytir ekki öllu. Þetta eru 15 milljónir af peningum sem að einhverjur myndu kannski segja að hefðu betur átt að fara til gamla fólksins eða fatlaðra. En í heildarsamhenginu, hvað erum við að tala mikinn rekstur hjá borginni? 90 milljarða í heildarútgjöld. Ég held að það sé rétt talað. Svo erum við að kalla gæluverkefni sem einhver annar meint er með upp á einhverja fáeina 20 miljóna sem er sirka 1/1000 af þessu sem eitthvað lykilatriði sem við ætlum að vera að bítast hér í þessum sal. Og það skiptir mjög miklu til eða frá að þetta eina tiltekna gæluverkefni sé ekki. Ég myndi kannski skilja ef að fólk kemi hérna og teldi upp 100 gæluverkefni sem að þættu ómerkileg. Og þá erum við kannski að tala eitthvað sem skiptir máli í stærra samhengi. En svo víst ekki. Borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson nefndi líka þá staðreynd að tillaga sjálfstæðismanna opið bókhald hefur ennþá ekki verið útfærð. Það er auðvitað rétt og mér finnst það ekki hinn besta staða. En þarna er sleppt því að innan stjórnkerfis- og lýðræðisráð reyndar hefur aðalvinnan svo að því sé haldið til haga færi fram hjá fjármálaskrifstofu en að frumkvæði ráðsins og eftirliti ráðsins verið unnin aðgerðaáætlun eða kostnaðar og aðgerðaáætlun hvernig að útfæra þetta, ekki bara rafræna gagnagátt heldur verklag opin gögn almennt. Þetta var samþykkt hér í þessum sal þann 15. september einróma. Borgarstjórn sammæltist eftirfarandi bókun af því tilefni með leyfi forseta. Borgarstjórn fagnar því að vinna við innleiðingu rafrænnar gagnagáttar fjármál Reykjavíkurborgar sé komin á þann stað að fyrir liggi tímasettar og kostnaðarmetnar tillögur hvernig standa í að henni sem og opnun gagna borgarinnar almennt. Málið á rætur sínar að rekja til tillögu Sjálfstæðisflokksins sem samþykkt var einróma á fundi borgarstjórnar 2. október 2012 en á þessu kjörtímabili hefur því verið fylgt eftir í stjórnkerfis- og lýðræðisráði. Gagnsæi í rekstri borgarinnar hjálpar til við skilvirka stjórn hennar sem og gefur almenningi færi á að veita henni aðhald og því mikilvægur liður í þeirri rekstrarhagræðingu sem borgin stendur frammi fyrir. Tillögunar eru jafnframt í fullu samræmi við það markmið opin gögn sem finna má í nýrri upplýsingastefnu Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í borgarráði á fundi þess þann 9. júlí síðastliðinn. Mælst til að fjármálaskrifstofa leiti leiða til þess að inna verkefni sem skapast vegna tillagnanna af hendi með sem hagkvæmustum hætti. Og þetta er sem sé það ferli sem að það mál er í og borgarstjórn hefur sammælst og er í höndum fjármálaskrifstofu og ég vænti þess að öllum borgarfulltrúum sé fullkunnugt annars eru þeir ekki að sinna sinni vinnu að mínu mati. Og ef það þarf að veita skrifstofunni eitthvað aðhald hvað þetta varðar er í búin að gera það en minni náttúrulega á að það er hlutverk okkar allra og hlutið af okkar vinnu að fylgja eftir svona tillögum. En já, að áætluninni sjálfri þá er þarna ýmislegt, sérstaklega
ágætu skjali sem er greinargerðir fagsviða og B-hlutafyrirtækja. Borgarfulltrúinn Sigurður Björn Blöndal kom inn á það að nokkru leyti, áherslur sem eru þar upplýsingamál og upplýsingakerfi. Hann nefndi þar sérstaklega snjallborgarverkefni. Snjallborg eða Smart Cities er aðferðafræði sem gengur út á að virkja upplýsingatækni og upplýsingamiðlun til þess að akkúrat að reyna að hagræða og finna svona sniðuðar lausnir sem bæði einfalda rekstur og spara og hjálpa til við upplýsingamiðlun. Það var lögð fram áfangaskýrsla starfshóps snjallborgir í borgarráði 22. október og þá voru nefndar tillögur að nokkrum tilraunaverkefnum sem væri mögulegt að fara í á næsta ári. Það er lýsing í borginni. Eins og hér hefur verið komið inn á þá stöndum við frammi fyrir að þurfa að endurnýja lýsingu hér og þar og þarna erum við að tala svona tölvustýringu, skils mér, þar sem að lýsingin getur kannski miðast að aðstæðum að það kviknar þegar fólk er nálægt og þannig spararu lýsinguna. Svo er það tilraunaverkefni með skynjara í bílastæðum, að fólk geti séð þegar bílastæði eru laus og þegar það er fullt. Það sé bara skynjari í hverju stæði sem að mælir þetta og lætur fólk vita. Og snjalla ruslafötur, að ruslafötur sem að láta vita þegar þær eru fullar og hver staðan á þeim er. Það er náttúrulega að spara kostnaði að fara á milli. Þú ferð ekki fyrir að hún er full og ýmislegt fleira í þessu. Þetta er spennandi. Og auk snjallborgarverkefna þá er komið inn á að næsta ári fyrirhugað að fara í útboð á nýju skjalakerfi sem er bráðnauðsynlegt verkefni. Það er nokkuð úrelt þetta rafræna skjalakerfi sem við erum með og sendur okkur nokkuð fyrir þrifum. Það býður upp á takmarkaðan rekjanleika skjala og mála og erfitt að birta þetta út á vefnum. Þannig að ég fagna því mjög að þetta sé inn í áætlun og sé teknir frá peningar í þetta af því að ég held að þetta muni koma til með að spara mjög mikla fyrirhöfn og tíma þegar upp er staðið og styðja við ýmislegt annað eins og innleiðingu upplýsingastefnunar og skjalastefnu og þjónustustefnu. Það eru þessi atriði sem að ég, ekki bara því að ég er mikil tölvumaður og menntaður á því sviði heldur vegna áherslu míns flokks sem að ég tel að séu mjög mikilvæg forgangsatriði og hefur reynt að halda á lofti að það sé farið dálítið ofan í grunninn hvað þetta varðar og skipt út því sem þarf að skipta út og gerðar þær breytingar sem þarf að gera og þarf að byrja á byrjuninni. Hvaða kerfi það eru sem að liggja neðst og þar maður náttúrulega að harma það að sumt sem að maður hélt að yrði búið að gera núna er ekki búið að gera og ég hef til dæmis verið spurður velgengni míns flokks í skoðanakönnunum ástæðunar hefur verið með hreinskilin við það að ég skil það ekki alveg sjálfur í ljósi þess að svona áþreifanlegar aðgerðir eru kannski færri en ég átti von á að við varum komin með núna. En það stendur vonandi til bóta að maður verður að sýna þolinmæði. Það er að vinna í því að ýta á eftir þessu og halda þessu á lofti og láta gera aðgerðaplön og svo framvegis. Sem að mér sýnist pólitík snúast að miklu leyti hvort manni líkar það betur eða verr. Já, í lengra held ég að það sé ekki að sinni. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sínu og þá er umræðu lokið og við göngum til atkvæða. Áður en við göngum til atkvæða fyrsta og annan lið og þá þurfum við að ganga til atkvæða 4. til 9. lið,
fundargerðar borgarráðs frá 31. október. Ég bið borgarfulltrúum að fylgjast með og vera í salnum. Nei, ekki allir. Við skulum fá borgarfulltrúa í salinn og svo förum við yfir það með hvaða hætti atkvæðagreiðslan fer fram. Er hægt að biðja að borgarfulltrúum verði sóttur? Ég skal útskýra þetta að vörmu. Þá eru allir borgarfulltrúar komnir í salinn og til þess að útskýra frekar þessa atkvæðagreiðslu að þá er það þannig áður en við vísum fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun til seinni umræðu ber okkur að afgreiða liði 4 til 9 úr fundargerð borgarráðs frá 31. október. Venju samkvæmt. Já, fundargerð borgarráðs frá 31. október. Það er 12. dagskrárliður á þessum fundi. Og þar byrjum við á að vísa 4. lið fundargerðarinnar gjaldskrár til seinni umræðu. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá vísum við lið 5 til 9 þá er lagt til að liðir 5 til 9 verði samþykktir. Er óskað eftir að það verði greidd atkvæði sitt í hvoru lagi? Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon er óskað eftir að ræða fundarsköp. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég er hérna með dagskrá fundarins eins og var senda okkur borgarfulltrúum sennilega fyrir helgi og þar er reyndar ekki komin inn fundargerð. Jú, ég sé hérna það er fundargerð borgarráðs frá 31. október en ég er svona talið fara betur á því að það hefði komið alveg skýrt fram í dagskránni hvaða atkvæðagreiðslur hér ættu sér stað. Og ég held að sé óþarfi að gera mikið veður út af því en ég held að sé svona algjörlega lágmark fyrir okkur borgarfulltrúa að það komi mjög skýrt fram í dagskrá fundarins hvaða atkvæðagreiðslur muni eiga sér stað á fundinum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið að gera athugasemdir við fundarsköp og forseti tekur undir að þetta gæti verið skýrara og lofar að taka tillit til þessar athugasemda fyrir næsta ár. En okkur er gert að greiða atkvæði með þessum hætti og við tökum okkur bara þann tíma sem þarf til þess. Þá tökum við 5. lið til afgreiðslu. Þau sem samþykkja 5. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. október gefum lántökur vegna framkvæmda 2016. Þeir sem sé 5. liður.
við erum í fimmta, já, eigum við að byrja á fimmta lið. Lántökur vegna framkvæmda, þau sem samþykkja þær gefi merki. Þau sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Sjötti liður, álagningarhlutfall útsvars, þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera, það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er það sjöundi liður, álagningarhlutfall fasteignaskatts og lóðarleigu, þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Áttundi liður, gjalddagaskipting fasteignagjalda, þau sem samþykkja það gefi merki. Eigum við að gera fundarhlé? Gera fundarhlé, örstutta stund.
Fundið fram haldið eftir stutt hlé og við endurtökum atkvæðagreiðslu 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. október sem álagningarhlutfall fasteignaskatts og lóðarleigu. Þau sem samþykkja það gefi merki. Þau sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum gegn 4. Þá förum við í 8. lið sem gjalddagarskipting fasteignagjalda. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og 9. liður að lokum viðmiðunartekjur til lækkunar fasteignaskatts og fráveitugjalds elli- og örorkulífeyrisþega árið 2016. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá hefur gengið frá afgreiðslu á fundargerð borgarráðs frá 30. október og vindum okkur í 31. október og vindum okkur í að vísa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar til seinni umræðu. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður 1 og 2 er þar með afgreiddur. Var afgreitt saman.